Komið árið 2021. Hvorki meira en minna. Ég veit að þetta ekki frétti fyrir ykkur, kæru hlustendur, því að þið eru búin að hlusta út af alla vikuna. Þetta eru frétti fyrir okkur, því þetta fyrsti þáttum á árunni hjá FNÍFM Blöð. Hárið þetta er Mötli Krú á fóninum, það hefur ekkert breyst hér í FNÍFM Blöð. Við erum með fullan bát eins og alla aðra föstudag. Blöndal heiti ég og sitt í mínusæti. Beint á móti mig sitja 2 fyllibittur, en þær eru skemmtilegar. Ég ætla að byrja á fyrirlega þáttarins Egill Gils Einarsson sem mesta fyllibittan. Já, hann eitt svo alblautasti. Ég fann það bara að við vorum að taka leynilökunna. Hann bara, ef það var bjór einhvers staðar í kringum okkur, þá fekk hann sér. Já, og síðan líka las ég oft yfir, fólki sem átt að redda food on set. Ég vildi bjór alla dag. Já, keep the talents happy. Ég tók Tom Cruise á þetta ef það var eitthvað, ef kom ekki bjór og snappaði. Já, Hannes var samt, ég ætla að segja reitt, ég veit ekki hvort þú vissir að því. Hannes var byrjar að segja bara neini, sleppið bara að sækja bjór. Ég ekki að segja að þú að vera eitthvað liggjandi í því þarna á setti, en hann svona byrjar að stoppa bara bjórinn. Já, það voru erfiða senur sem maður þurfti að fara í. Herðu, en ég drengir, en ég svo að ljúga bara svo vitra. Já, en málið er að Egill, hann samt ég ætla að gefa hann það, Egill ekki svona fyllibita sem að þvælast út í alla nóttina og vesenast og til lokuna. Hann Egill dagdrykkjumæður sem ég ég kann að meta. Ég kann að meta það líka og svona við erum að færast náttúrulega Blöð. Við erum að færast í dagdrykkjum. Ég held þetta gerist með aldrin. Ég hef alltaf sagt það líka, besta utalansverð sem ég hef farið í ángríns. Og ég farið í að marga góðar og með ykkur og fleirum. Og þetta er ekkert illa meint. Ég elstur af ykkur, sko. Já, þetta er ekkert illa meint. Já, þú elstur. Þetta kemur Þessin ég í dagdrykkju. En besta útlandaferð sem ég farið í, þá fór ég til Danmerkur. Ég heimsótti félag til Horsens í Danmerkur, sem bara einhver smábær. Ég fór að það, ég satt út í garði hjá honum. Ég datt út eftir Horsens. Ég var á flugvellinum. Hann sótt okkur, voru 4. Sótt og hann búin að flytja þetta og búa þetta. Sótt okkur, við fórum út í garði hjá honum. Byrjum að þess að södra. Þetta er summertime? Summertime, 25 gráður úti. Við byrjum að södra og þú veist, það er samt 10 mínútur í Árhús og það er fullt í gangi að það. Ég var í garðinum allan daginn, fram á kvöld. Svo bara sopnaði maður, slass og næ, maður átti ekki meira inni. En ákveður að fara til útlanda til þess að sitja í ákveður fórum við ekki í bæn? Nei, bear with me. Ég fór ekki, nú er ég ekki íkja. Ég fór á flugvellinum, heim til hans, út í garð, þanga til, á mánudegi, fór ég út á flugvella heim. Fórst aldrei í bæin eða neitt? Aldrei, ég veit ekki hvernig bæin lítur út. Ok, þetta saga sem þetta getur bara að segja. Hvort ég fór aldrei og hvað þá? Þetta var, ég átti great time. Við vorum bara að djóka allan daginn og hlæja og grilla og bara vesinast. Það eitthvað sem að margir hlustendur okkar eftir að kynnast, þar að segja þeir sem að, fá sér í tána, að maður á að nýta daginn og sofa á nóttinni, sko. Dagdrykkan kemur aldrei, sko. Það er bara það kemur, maður læri þetta. Ég meina þegar maður, fyrir 20 ára síðan voru félagarnir alltaf í bænum til 6:50. Það er búið í dag. Ég er að finna hvað er gaman. Ef ég myndi vera til 5 eða 6 nóttir núna, ég væri ekki bara, ég get ekki mætti vinna fyrir miðvikudaginn. En strákar, ég er ekki að grínast inn. En eigið ekki svona minningu, eigið ekki minninguna. Bara að lappa út þegar það er orðið bjart. Ekki bara það. Ég lendi því. Þú veist, að lappa út þegar það er alltaf jafn óþægilegt. Já, á sömrin þegar allir voru ógeðslegir, þá maður sá bara, shit, það er allir svo ógeðslegir þetta. Og maður sjálfur náttúrulega líka. En þegar maður lappar út að, ég er að tala á sömrin, þú lappaður út að skemmtist það eftir lokun og svo var fólk að tínast og það er gaman hjá þér og þú ert að kjafta og allt þetta. Allt í næstu bara einn eftir, skilur, bara með einhverju félaga og þegar það er réttum við bíl og býði, hafið þið eitt átt mómentið þegar götu sóparinn og fugglarnir það er botnin þá veit maður bara svona, og svo ert á rauðu ljósi í leigublíku Mosó mávar þig ekki og bara seagulls, lesbian seagulls og svo ertu á rauðu ljósi og sérð bara horfir í leigubíl inn í næsta bíl og það er heiðalegu maður að leiðin í vinnuna. Hvernig endaði maður einn í bænum með gæðinu sem að þrýfa og ert út að leita bíl? Maður gæti ekki hætta. Nei, maður gæti ekki hætta og varst inn á einhverju pizzastað að segja brandara og þetta bara var gaman. Varst þú inn á pizzastað að segja brandara? Nei, þú ferð alltaf bara það sem er opið og fer að geta eitthvað, skilju, þú getur alltaf eftir djammið og svo ertu með einhverjum albúin að parað með einhverjum algjörum haug sem er nennir þessu, sko. Ég er að hugsa það núna, maður er alltaf vælandi sjálfur. Við erum fullandi menn.
Það er bara viðkennast. Já, svona við erum þurfum samt að horfast í augu við alltaf það. forever young, fattar Já, við höfum okkur ekki þannig, en við erum orðin fullorðnir menn. Ímyndið ykkur hvað þetta er, að því maður er alltaf kvartandi og einandi yfir COVID-ruslinu, spáði að vera tvítur. Bara get ekki farin í bara bestu árin, tala ekki um þú út 17 eða 18 þú ert í fjölbrautaskóla sem á bara að vera bestu og skemmtilegust árin. Það er engin böll, það er ekkert. Nei, frænka það fer mín. ekki í skólan. Þú getur ekki farin í bæjardjammi sem maður gerði bara alltaf. Heyrðu, Svo eru við kvartandi. Já, sko, ég get sagt þið það bara Djöfull er þetta ósanngjarnt, maður. Erna Krista frænka mín sem er bara með sínum vinahóp í Mósbæ. Þau voru að byrja í framhaldsskóla, fattar Já. fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Þau hafi ekki mætt. Nei. Þau eru ekki búin að hitta, þú veist, þau eru ekki búin að hitta Ég er hættur að væla núna. Já, Þú þú veist að segja, getur það er alltaf verið að vorkina eldra fólkinu. Ég Já, er nei. vorkina núna yngra liðinu. Við erum í bestu stöðunni af öllu þessu fólki upp á það. Við erum ekki hérna að byrja í nýju skólum og hérna, við erum bara, við eigum að shut our whore mouths. Já, það er fyrir Góða löngu punktur síðan. á Stóni. Það er bara svolítið, en herru, þú varst að kynna inn fyrirlega þáttarins, Egil Einarsson. Já. Og ég er nefnilega með svolítið, ég er með stóra fréttir. Ég er með rosalega fréttir. Hann sé að vera pappi eða? Já, heyrðu, byrjum að tala um það. Mína fréttir eru ekki jafnstórar. Jú, mína fréttir eru eiginlega stærri. No. En byrjum á pappanum. Egil, til lukku. Til lukku. Já, thank you. Tekkja barna faðir. Já, það er bara Þetta er að graður, vera- þetta er maður. að vera 6 kríla þáttur. Já, þið veist, ég bara ég var róluð með þetta. Já. Ég menna að Grislingunum kom 2014. Já, en sko, róluð líka með þú varst Dagsetninguna. helviti róluð með að tilkynna þetta. Því að ég sagði þér fyrir nokkur mánuðin síðan að vera annað kríla á leiðinu en mér. Herru, það munna 4 dögum á okkur. Já, já. Talandi um að keep your Já, við, sko, whore mouth já, shut. komum Það er bara svona- einhvern veginn að, sko, að þeia bara átlum komið 20 vikur og sé allu að segja fólki, við sjáðum engum ekki svona gamla settinu eða neinum, sko. En pælið því strákar Já, ok, það var þannig. Fóreldrinu, já, ég Nei, skil. bara engum, sko. Pælið því drengir að þegar segjum að við þrýr ætlum að fara núna, herru strákar, ég vil ekki að fara með fjölskyldurnar hérna fyrir nýjum blöðmenn, fara bara í frí með familjöndar einhvers. Þá þurfum við að bóka hótel fyrir 12. Já. Við erum að bóka 12 að borða út að geta. Hótel er ekki vissin, ég er að fatta núna. Við ætlum allir til tenni og ég veit að lendur oftast á sölublöð að panta borð. Áttu a table Áttu for fyrir 12. Do we have a table for Og 12? áttu 6 barnastóla. Það á Já, ekki og staður síðan 6 þetta með Fat Richard með Hjöpi, Mike, Gilva þetta er 40 manna pöntuna á sjölu. Þetta er bara eins og Goodfellas. Þetta er bara eins og, þú veist, þetta er bara ekki hægt. Þetta er ekki hægt, en strákar, það sem kemur við svo gaman að pæla eins í svona dagsetningunum. Sko, þú, Egil, Auðun Blöndalen settu 7. mæ. Það er nú Já. kona mín Rakel Já, en þið, takk samt. þið Já. Ég er ekki að fæða Ok, barni sko. Egil og Gurri, þið eru sett hérna 10. Já, Og Sverri Bergmann er settur 11. já, við Og þau- erum hana, það er eins og við höfum sprautað inn at the exact same time. Ég var einmitt að segja, voru þið bara í einhverju liklapartí? Þetta þið þrjú Þetta hljómar ógeðslega Nei, þegar þú segir þetta svona sko. Ja, nei, þetta er bara eins og það hefur verið í einhverju góðu swingapartí. Sprautuðum ekki allir inn at the exact same time. Jú, Bara það er hægt bara að þannig. tala svona með því. Sko, sérstaklega þegar Egil og Það er Sverri bara eins og allir verið í stuði á svipuðum tíma eða eitthvað sko. Býtu, en erum við bara að reykja þessa dagsetningu? Menna, hvað var í gangi hérna? Já, Þeir eru ég- allir sko Þetta er mjög Hvað- spes, sko. Hvað er Og herru, ég bara síðan að félag sem heitir Siggi Söres sem er mjög graður en það líka, sko. Hann er líka með grislingana og Gylfi Sigur í lok apríl. Það er allt á 10 daga Þetta er period. Gylfi sig, gúlagengi. Það er ja, minn besti maður. Þetta er, við Þetta er mjög spilum skrítið, mikið hvað Warzone. voru að gera á þessum tíma? Hvað er 9 mánuðum frá byrjun mæ? Er þetta ekki þjóðatíð? Er þetta þjóðatíð? Ringi með Sverri Bergmann, starffræðikennar í dag, sko. Já, herru, hann er byrjað að kenna starffræði á Rétt. Reykjanesbæ. Já, Djöfullur þeir hefnir nefnendur hans. Býtu, ég vissi ekki að hann væri a big brain. Hann er hann- mathlete, sko. Hann fekk 10 í háskólanum í starffræði. Hann er a mathlete. Það er svoleiðis. Já. Hann er geðugur starffræði. En erum við að tala um bara sinnum töfluna, erum við að tala um jöfnun og þáttun og allan pakkan eða? Það er ekkert betra en þegar ég útskýri einhvern veginn fyrir svesta þegar ég var að dobla hann í póker bara þegar ég útskýri hann þetta gengi allt út á starffræði. Þar náði ég svessa. Hann var til í póker leiði hann frétt þetta gengi út á starffræði. En þetta er að fítni póker. Hann er mjög góður í En póker. byrju, akkur getur hann ekki talið spil í blackjack? Akkur kemur hann alltaf heim í stór tafi? Það er ekki starffræði. Það þarf að vera með eitthvað svona hæpínu, hvað heitir þetta, svona einhverju. Ég held að nenni því ekki. Þú veist, Sverri, ef einhver gæti talið spil í blackjack, hvað er það Sverri? En hann er bara, hann vil bara hella í sig, have a hell of a time, gamla. Já, hann hefur samt setið það lengi við blackjack-borðan, ætti að vera búin að læra það að telja. En ég er búin að lifta mig á lengi, þú veist, ég getur spurt hann bara, þú veist, hvað er 6/713 og þú veist, og hann reiknar það á nanosecond. Já, Hann er ótrúlega í fokki starffræði. Já, hann er Þannig að geggjaður. kemur ekkert á óvart að hann sé
mætt sem kennaran og pældi hvað er gaman að fyrir krakkan hana með Manswes Já. sem kennar Þú getur verið með mun verri kennar En pælið því, ef ég væri núna í mentaskóla, þú veist, sem er 16 til 20, ef ég væri bara 19 ári í mentó í Ásbrú, ég held að var þetta ekki Ásbrú? Hvað var það? eitthvað stöð, Manswes og heima hana Manswes er bara mættur og og maður er 19 ára og Manswes kemur bara, hérna starffræðin í dag I would respect that shit. Já, ég myndi ekki vera með vesen í tímamóti. Ég myndi ekki vera að taka blautan pappirinn og rörið á Manswes. Nei, ég fjalli í starffræði í 10. bekk. Þú varst ekki með Manswes? Jú, ég var með honum í bekk með þess Gata aldrei kentur eitthvað, þú veist Já, við vorum ekki allir jafn nánir það. Jú, við vorum eitthvað allir góða vinni þar Hatar hann hafa? Nei, alls ekki, við vorum að gera stuttmyndi saman og eitthvað Hann einhvern veginn bara tók mig aldrei að sér En sko, hann var að gefa út nýtt lag bara í dag Já. sem heitir Ég Man Nei, ég man Já, þú veist Og hann er Manswes Ég held hann sé að meina þú veist Ég Man Nei, þetta er Man, my man Ég man, heitir Þetta það veist. Og það er mjög gott Þetta er stafsningur Nei, en ekki að segja ég er að man Nei, ég man Ég hugsa kannski, ég glemdi hann, þú veist, ég er Þetta er með þess a að man Þetta er saman En þú veist, ætti ekki verið en snendi Ég er a man Ég sé allavega ekki komin hana. Ég man. Já, ég man. Já, ég man, ekki ég man Já Ég fannst þess að þetta að vera áað eitthvað Já, Ég heimta einu sem ég myndi ringja hérna út til Gatorade og spyrja hvort þetta væri Gatorade eða Gatorade Það er eitt besta atrið í sögu Það er líklega eitt besta atrið í sögu Það spurði hvað það væri Gatorade Vikur nokkar eða eitthvað En er þetta ekki, hvernig myndi Bretinn segja þetta og kaninn Gatorade? Ég held að segja Gatorade Nei, þeir segja ekki Gatorade Nei, þeir segja Gatorade Gatorade segir ekki, nei þeir hljóta að segja Gatorade Þú varst bara að setja auglýsing á YouTube, það heyrur þetta Ég bara trú ekki að ég fara að lendi þessum saman aftur Nei, nú er ég ekki að sniður Ég myndi alltaf halda og ég held með þess að núna þeir segja Gatorade Æ, ekki reyna þetta á 9 ári Ég held að þetta sé ég man Ég man En við Með Sverrir Bergman. Kæru Það er hlustendur rosalega dan Herru, ég er með stóra fréttir Rosalega þátt. Nú, Ég er með hvað? stóra fréttir maður Hvað eru stóra fréttinar? Af því að þú ert alltaf að opna þættina á alls konar nöfnum Alls konar nöfnum? Já, þú veist, þú kallar okkur alls konar Já. Þú veist, hérna spilaran og sóknaran og vassberan og allt þetta Og baðvörðin og guðfæðurinn En núna er komið nafn sem þú þarft að kalla mig Forever Og hvað er það? Fyllir aftur? Nei, akkur Nei. Ég er búin að vera blautur um jólin en goddammit til að hætta að dæma Nei, ég fekk í jólagjöf frá Óla T, einu af mínum bestu vinnum Sem er toppmaður Toppmaður, ég fekk í jólagjöf jörð, land í Skotlandi Wow Herðu, þetta er nú eitthvað til að bæta ofan á ríkistæmi Þetta Þetta landowner Það voru einhverju snillingarinn í Skotlandi sem fundu eitthvað loophole að þeir seldu sér að þú getur keift sko ég á meter ég á 1 meter 1 eða 2 metra, ég man ekki og ég er með skjál sko ég viðurkendur, ég er landeigandi í Skotlandi í einhverju skói hérna og ég á meter staðfest og ég fekk þetta í jólagjöf frá honum Þú átt hennar meter og ef þú færð þennan meter ef þú átt land í Skotlandi þá ertu automatist by law lord og ég er lord Steinþór Hróar Steinþórsson Alveg lofa Ég get lofa hennu Ok, Lord Aldrei Hvorki þessum þætti Ég er bara í mínu lífi Kalla þig Lord Ég er að kalla hann Lord nú Nei, ekki ég ég er ef ég fætti Skotland veistu hvað ég segja við mig veistu hvað ég segja við mig þegar ég lappi inn og síni vegabröði þeir segja Lord, velkomin, þú ert landið Lord og ég er mikil smetin í Skotlandi Lord Steinþór, the landowner ég lávar Ég lávar sem eiga íbúð í Skotlandi eru þið Lords Nei, sko, þú mátt ekki, nei, ég er lávar En ég á garð Já, þú átt ekki garð Nei, áttu garð? Eru allir sem eiga garð í Skotlandi bara við húsið sitt, eru þið Lords? Nei, það sem ég er að segja þig, ég er lávar Já, það er búið að bakka hún Já, ég er bara, þetta er bara góð punktur blöð Nei, þú átt meter í Skotlandi, ég óskaði til hamingjum Nei, ég er lávarður Nei, ég er lávarður Jú, það er íslenska þýðingin á Lord En við erum með rosalega Ég er Lord að handa ykkur í dag Kæru hlustendur Lord Steinþór Þátturinn á árinu Við erum með klefa Við erum með 2 klefa þar sem að við fórum að
Já, í lélega brandara við gerum þetta einu svona ári og það er að ringja og segja fólki ef ekki fyrir styrtu sinni fyrra og það er alltaf bara í fyrsta þætti ásins. Það er bara lélegasti brandar ásins. Alltaf gaman, það er líka erfitt að því að 8. janúar. Já, þetta er óþægilegt sko. Já, þetta er mjög óþægilegt. Svo er líka að sökja Dick sem hafi verið Hann er bara verið í pásu. Ég ringdi í bónda í dag og hann svaraði og ég spurði, ég var bara að fara, mér langaði í egg. Hann var reyndar ekki hænsna bóndi, mér langaði í egg og ég var tilbúin til þess að saggist egg. Ok, og svo erum við með spurningkeppni Gilsannars, hvað er þar? Já, ég rauninni bara, þetta er svona árlega King of hver mun eiga betra ár, Já. King of 2021. Þetta er bara, Who's the king of the year that's coming up? þetta er hefð hjá okkur. Ég rauninni er ég bara að spyrja, ég er að velta fyrir mér, hver mun eiga betra ár? Er það Lord? Eða er það The Blonde Ale? Hætt að kalla hann Lord. Ég er lámaður, by law. En við erum allavega, það er þéttur og góðu þáttur fram. Herbítu, eiginlega ekki konaðin ammali í dag, Guri? Jú, hörðu, hún er 30 í dag. Já, Til til hamingju hamingju með- með til kona og hamingju, Guri, þú Guri. ert að hlusta til hamingju með daginn. Það er stóramali. Já, þetta er Big 30 Tvö maður. stómar og stóramali. Ég var 50 núna á síðast ári. Þú varst ekki 50 Og á Sjálandi. Hún fær að halda partí í sumar. Já, hún getur náttúrulega ekki haldið upp á það. Hvað með að Nei. vera núna? 20? Nei, 10. Hún er með einhverjar 4 vinkonur heima í óáfengu kampavinni sem hann er með 10 little kid í mumbunni. Það er smá vesinn þegar maður er með a kid. Við félagarnir getum fengið okkur red wine, gert það sem við viljum. Það er ekki alveg sama fílingur hinum með. Trúðu mér, ég hef alveg fengið að heyra hvað það er ósangjant og ég er sammálaði sko. En Guri, þú ert að hlusta til hamingju. Það er komið að fyrsta lagi dagsins og herru, það er eindir eitt drengi núna sem ég verða að koma inn á því að við byrjum þáttinn alltaf að bubba. Tónlistamennir okkar byrja á stöðu 2 núna á sunnudaginn og fyrsti þáttur er Bubbi Mortens. Er það King Bubba? Það er King Bubba. I like it. 19:10 á sunnudaginn. Allra byrja bara strax á kónginu með það. Já, við ætlum að byrja þetta stefn. Svo við má ekki gleyma því að Völvan gæti nú kíkt við í dag. Já, ég gleymi völvunum maður. Egill, þú Já, heyrðir í sko, völvunum. ég sendi e-mail hún svaraði. á völvuna með 4 nöfnum og hún sendi mér litla klausu með hvern, þannig að fólk vil heyra, þú veist, með þessi einstaklega hvernig árið er að verða, þá er það bara klárt sko. Það er þjóðþekktir Já, einstaklingar. 4, ég sendi Auðun Blöndal, Steinþór, Lord Steinþór, Ríkórs og Gunnars og Sóli Hólm og Simmi Vil. Já, þetta er ekki 5 en ekki 4. Rosalega list. Nú þetta verður gott á að segja Bergmannina. King Bubbi Mortens sem er einmitt eins og ég sagði á fyrsti viðmælandinn í tónlistamennunum okkar sem byrja á sunnudaginn á stöð 2 19:10. Ef einhver maður var að raka inn 2020 og á það skilið, þá var það Bubbi Mortens maður. Hann var ekki með neinn gig fyrir utan streymið. Já, hann var sko með streymið. Já, textana. Ég held að hálf þjóðin hefði hort á streymið og svo seldi hann texta fyrir einhverjar 30 kúlur eða eitthvað. Það er alveg ekki áfram. Var þetta ekki eins og Bubba og Bjöggi og fleiri rökuðu ekki meira inn á streymun aldrei en að fengið fólk í húsið? Svona kannski sinnum Og það 1000. auðvitað rótir miðin, en ég menna þetta var in bulk, Já, vægast þetta sagt. grínast. Erfitt að segja samt, maður veit ekki hvað er margir sem keyptu streymið. Nei, maður Ég veit ekki kefti öll þessi streymi sko. Já, Já, ég líka. ég kefti öll streymi líka. Mér held að hálf þjóðin hann og kefti streymi. Jóhannu Guðrunu og Jóhannu Bjögga Guðrunu og var Bubba og ég streymaði yfir mig sko. Bubbi hendur ekki tíst og sagði neyðin kennir nögtum Bubba að spinna. Já, En er búið að drepa giggin? Er COVID búið að drepa giggin? Eru við frammeins bara núna bara félagar að hendi gott streymi? Nei, veistu hvað fólki hlakka til að geta farið í alvöru veislu. Hafðu engar að gera því. Góða punktu Blonde Ale. Það sem COVID gerði var að það let fólk, sérstaklega held ég listamenn bara aðeins fara upp á tærnar og ég held að þetta hafi svolítið svona, ef við ekki segja að þetta hafi nelt bara svolítið svona tækninu 25 árum fram í tíman. Ég meina, þú veist, það gerðist mjög margt í COVID sem er jákvætt og margt náttúrulega alveg ræðilegt, þannig að Mest allt neikvægt eins mér. En herðu, það er komið að slúðri hér í FNÍ blöð og ég held að komið svo sem engum óvart hver fyrsti slúðupakki dagsins er. Þau eru ekki farið fram hjá neinum held ég en Kim Kardashian og Kanye West eru vist að skilja. Er það rétt? Og ég er búin að ignora að resa mig til þetta þá til þú blöðum bara upp þetta mig. Já. Er þetta rétt eða er þetta Ég er búin að manure? fara yfir alla miðla. Ok. Ég er fyrir í rannsóknarvinnu áður ég kem með slúður Ok, hvað er þetta? þetta er multiple Af hverju sources. eru það að hætta saman? Hún er bara búin að gefast uppgreif og samkvæmt svona hennar nánustu og þá er hún búin að býða með þetta þar til að hann var búin að jafna sig af síðustu maníu hann Kanye, af því að hann er náttúrulega veikur maður
Það er svo sorglegt þegar svona veikur einstaklingur er svona áberandi að það einhvern veginn að vera veikur fyrir framan heiminn er svo steikt. Ég held að það sé ekkert grín sko. En ég var búin að kalla þetta engir, þið vitið það. Já, það þurfti enga snilling til að kalla Hann er það snillingur Nei. Það er alveg saman hvað slúðu kemur hann kallar þetta allt saman Þetta segir mér að 60% allra hjónabanda endaði skilnaði hvort þannig að er hann snillingur ef hann segir að tvær frægustu manneskjur heims munu skilja. Ég sagði það Nei, ég sagði á næstunni fyrir, ég sagði svona næstu, þú veist þetta er ekki langt sinni sagði þetta, 1 ára eða eitthvað, ég sagði svona að það fyrir að styttast þau eru búin saman í 15 ára eða eitthvað. Nei, þau eru búin að gift í 6 ára eða eitthvað. Það er rosalega saman. En ein spurning, bara innskot Þau voru gift Þau voru gift, já, þess að það skilja. Og Kim, þau eru ekki að hætta saman sko. En Kim átti tölvöld meiri cash en Kanye. Nei, Þú fær alltaf beint í kassið. Nei, nú er ég velta fyrir mig hvernig þið splittu þessu niður. Kanye metin á meira. Það er svoleiðis. Kim Kardashian, já. Það var gjaldrátt fyrir korteri, en það getur mögulega verið minjur. Það var sölubrella hjá honum til þess að Yes. Hann fær líka, hann er búin að berjast fyrir öllum masternum. En ég hefði haldið ágrís að Kim Kardashian ætti meira kass en Kanye. Kanye er einn bara tekjaðasti listamæður í heimi. Og þú tekur tískuvörur hans og allt inni. Ég tek þann sokk. Já, en það sem er ekki það munar ekki miklu. Ég var að lesa þetta er mjög tæpt. Þess vegna heldur flestir að þetta yrði bara nokkuð friendly því að þau eru vist ennþá vinir og þykja væntu hvort annað. Nema núna fyrir að koma harki í þetta því að Kim vill forræði yfir öllum 4 börnum þeirra. Já. Og það er illa gert. Ekki ef Kanye er ekki a piece of shit, þá er illa gert sko. Já sko, og samkvæmt þessu að þá vill bæði Kim og móðurna Kristjane sem að skipta sér öllu sem hún gerir sem er kannski eðlilegt, þetta er mamminas að Kanye megi ekki hitta börnin nema undir supervision sem að mér er helviti greint. Er eitthvað sem við vitum ekki hérna með Kanye? Nei, við verðum samt alveg að átta okkur á því. Hann er náttúrulega bara mjög veikur og hann glímur geðhvörf. Já, þannig að hvað þýðir mjög veikur? Nei, við vitum ekki hvort að mér finnst þetta reynda mjög harta undir eftirliti, er hann alveg galið sko ef hann er ekki alveg en þú veist, en þú veist sameilet forða hefur verið auðvitað alltaf best en ef hún er að tala um að hann sé þá bara með eina helgi eða aðra helgi eða voru yfir sko, ég veit ekki við vitum ekkert hvernig staðan er á honum sko, það er og hann er, skilur við, að við séum að tala um þetta alvarlega en náttúrulega bara ákveðin brandari Já, ég held að líka hjálpa ekkit veikum manni að fara inn í þessa fjölskyldu. Já, eigin úðar á sig rakspýra Þetta er rosalega góð og þetta er rosalega góðleitt. Viltu fá smá? Nei, ég er með rakspýra. Ég bara spurði þetta. Hvað ertu að fara að gera þetta þá? Ég vil það maður, ég komti bara úð á Ákvæmlega að sprauta á þig. Hann er skrítið. Ég veit það, þess að ég segja. Hvað færði? Ég mjög stóður ykkur að hugsa, ég ætla að setja mér rakspýra. Ég veit ekki hvað það tekið eftir, en Richard var ekki mikið að setja glugga á þetta stúdíó hérna. Hann er mjög gott að þetta ilmi vel, það glæpur það. Nei, þú ætti að sprauta þig. Það steindi báðum. Það er svona 7 sinnum yfir þátt, þannig að það er helviti. Þessi lykt sem ég ætla að vinna með, hún guðvar En þetta er svo málega, þetta er leðilega fréttir. Og takk fyrir leðilega fréttir. Ég elska þetta par. Ég er gaman af Kim. Ég er Kim Kardashian fan. Gaman af Kanye. Hann er skrítinn en ég fíla hann. Og þetta er leðilega fréttir. Þetta er leiðilegar fréttir. Og þetta er góða fréttir næst. Nicolas Cage hefur að gera niður og segja eitthvað. Nei, ég er með næst er það Justin Bieber. Já, er hann ekki bara komið núna bara með sprautuna í bara augun Hvernig finnst þér slúðupakkin 2021? Ég byrja á Kim Kardashian Það er bara besti pakki, þú gætir ekki byrjað þetta betur Takk, að ég hugsaði til þín Segðu mér að hann hafi verið í kirkjuna búið til eitthvað good shit Þetta tengist kirkju En hann Er hann ekki officially komin í neyslu? Er hann bara í leinin neyslu? Hann er hættu við að gerast prestur Anskot. Og hann mun ekki taka við Hillsong kirkjunni í New York og Bieber greindi frá þessu á Instagrami sínu að hann er ekki Það er álur skellur Já, það voru margir sem heldur að hann er því næsti prestur Þetta er álur skellur, ok En og svo Má ég spyrja ykkur Instagram? Má ég spyrja ykkur Ekki reyna að vera einhverju trúðar og fíblast þetta En hann sagði líka hann er ekki lengur í Hillsong kirkjunni heldur er hann í Church Joan kirkjunni Herru, maður spyrir grunn Washington og Þetta er einhvern veginn milli þessari kirkja Er það hata hvað er þessi kirkjuna? Nei, þetta er bara því að besti vinur hans, ég sagði ykkur frá þessu hérna daginn að hann var rekinn presturinn og voru margir sem held að Justin Bieber myndi taka við og væri að læra að verða prestur Já, en maður segir ykkur eitt Er hann að læra að vera prestur það? Ég var að segja hann er ekki að því Nó, ég held að, ok, var hann einhvern tímann að hugsa að taka við kirkju það? Já, ok, það er nóg fyrir mig Nú ætla ég bara að segja og stráka, það þýðir ekki alltaf að segja eitthvað gíska á okkar mjög, sem er ógeðslega obvious að muni gerast Þetta muni gerast Að hann verði prestur? Nei, það muni aldrei gerast Það sem er að gerast þetta stráka, er það Við erum með unga popstjörnu
sem átti allt og hafði allt og fór bara gjörsanlega, hún var störlaðist algjörlega sem hann, sko málið er hann er sammálaður þar til að fann Guð algjörlega, ég veit það að fann Jay-Z ok, þá skulum við bara spóla yfir það allt alveg þar til að hann fann Jay-Z ef við ekki bara byrja þar ok, hann er búin að finna hann og núna er hann ekki bara búin að finna hann er búin að gifta sig inn í þessar aðstæður og í svipa inn í The Baldwins ég veit þú finnur mig hvergi drulli við The Baldwins slaka á, ég er ekki að fara að gera það hann er búin að gifta sig inn í þetta og núna er hann einhvern veginn komin með sko annan fótinn inn í kirkjurnar og vill helst bara fara að taka yfir ykkur kirkju og fara að messu við fólki sko strákar þetta er skólabókadæmi sko yfir hvað? Sko, ok, það eru 2 optionar ég veit ekki hvort það verður Skrollarinn mætur það? Nei, þú er 2 valkosti annarkvort minna takk við kirkjun nei, annarkvort nú er ég bara að segja satt annarkvort er þannig, þetta eru 2 optionar það sem mun gerast er að annarkvort fer hann tekur hann rosalegt skref aftur að bak og fer í alvöru keislu Hvað kallar alvöru keislu? Þá er ég að tala um alvöru keislu þá er bara það snjóar yfir morgungotni sko. en máli er að og þá er ég líka að tala um tímabundið hann fer bara í alvöru þú bara heyrir ekki frá honum og hann kemur og segir þetta frá þessu ok, annarkvæmt fer hann í alvöru neyslu eða hann stígur bara fram og segir bara heyrðu, I went too far þú veist, hann fór í eitthvað algjörkjæft hann er að segja það núna Steindi, bara svo veitir það nú verður hann ég er ekki að tala um neysluna núna sem hann er búin að segja en Justin er alltaf að tala um núna bara ég fór fram og mér bara í fræðinu nei, það sem ég er að segja er að hann er að því núna já, hann vil meina hann er að viðurkenna núna hann hafi gert það áður það vita það allir það vita það, ég kallaði það fyrir mörgum árum ég er að segja en er ekkert afnið að Jay-Z það nokkuð? Hann, nei, alls ekki Ertu með hann á Instagram? Nei, bara á því að ég held hvað sem var að segja það var hættur að vera prestur, hættur að elska Jay-Z og það var álur kjörnur Það er bara Jay-Z bjalgar í lífans og það þakkum Jay-Z fyrir það sko Drengi, það sem ég segi bara, ok, ég nenni ekki að fara að röka þetta mikið ég ætla bara að segja þetta í einni setningu hann mun frussa frá sér a lot of money akkurat núna í eitthvað annað en dóp bara frussa frá sér svo mun hann koma tilbaka og segja ég var svolítið týndur og nú er ég orðin betri það er ekki allt með þessum fallegu orðum Steinda við skuldum auglýsingar það sem ég segi en sko heldur að það er ekkit lengur svona Justin Bieber endi bara sem listamæri í Vegas eins og þetta var eins og með Elvis nei bara málið með Steinda ég hættur að gaggrina hann þegar hann alveg sama hvað slúður hann ekki allt saman af því hann giskaði á Kim Kardashian og Kanye West myndu skilja heldur að það sé eina sem ég er bara að giska ég hef kallað allt ertu bara komin úr Matrix ég hef kallað allt hingað til ekki alveg minn teibolli en ágætis lag svo hvernig finnst þið hvert að lag? Var það ekki bara hundlæðilegt lag? Nei, ég var eiginlega ekki að hlusta er ekki svona förstagsfílingur í þessu? Ég meira fyrir, þú veist EDM Electronic Dance Music Þú veist að það er möguleiki að fara við ég er búin að tala við Rikka nokkuð sinnum Hvað flokkast þetta sem bara poptónlist? Já, öruglega Þú þekkir mig rétt á ég var til að spila bara meira íslenskt og Bjartmar og ég er svona gardínum aður Sko þegar ég fyrir á Tomorrowland þá er ykkur 20 sviðar það er eitt sem er sverð það er bara svona sverð sem ég hef stótt á Hallgrímskirkju bara það er ángið sem stort ég er það er hardstyle og málið er að þið leifir Rikka G að hlusta hardstyle og var það Shaquille O'Neal eða? Nei, það bara, hann endar er á main stage og þannig Shaquille O'Neal sko en ef það var að clown að spila tónlistina Shaquille O'Neal þá var hann ekki á main stage en þar sem hann spilar, er það hardstyle? Nei, hardstyle er mjög hátt tempo Shaquille O'Neal er ekki í því hann er í svona mjög pilluðu hann er svona munið til Thompson skemmstanum minna í Reykjavík Shaq var hefur verið góð þar sko mjög epillu ég vil á neðra henn á Diablo já bara svona engin taktur bara bara algjört fucking kjafta og Shaq málega er að þetta er Shaq þannig að hann mætti á main stage á Tomorrowland og mætti 120.000 manns á gólfið sko Shaquille O'Neal maður ég sá eitthvað á Instagram með Shaq einhvern tímann og var hann heima að sér eitthvað að setja ykkur á músík á
og það var bara, þú veist, einmitt einhverja svona músík og það bara svo sturlaðist alltaf með einhverju 4-5 vinir sinum að chillin í eldhúsi og svo kom droppið og allir sturlaðist og hann hoppaði upp á eldhús innrýndistíkuna bara hjá, þú veist, eldaðil og hann alltaf bara 2:20 eitthvað, það er svo rugglega að sjá svona stóran gæja djöflast, hann hoppaði með af sviðun á Tomorrowland í krátið sem enginn gerir, það gerir þetta enginn en Shaquille O'Neal ákvað að hoppa sviðun og hann er Þú veist, 1/5 af tonni Það er helviti hann stólaði á krátið þar þetta var, ég gleymi aldrei, við vorum að lopa peysuna Akranesi, mástu þegar við vorum í hérna garpartinu á Mössanum og við fórum að skemmta við vorum að skemmta þá fórum við og hérna það var Holy Bee, hinn eini sanni að taka lagið og við allir einhvern veginn komnir upp á svið og bara látandi illa mástu og Holy Bee stagestafaði og það grip hann allir og það var geggjað nema hvað, svo kemur Pétur Jóhann blindfullur, beint eftir honum sá hvernig gekk hjá Holy negli sér út, enginn grípur og hann bara neglist á nakkan og það risa kúlu og týni veskinu, það var algjört veskinu hann er 30 kíló Já, bara fólk er eftir fólk var bara að horfa á Holy Bee það bara bjóst heldur ekki við því að Peter myndi negla sér út sko, það var bara eitthvað En það komið að hvort myndur frekar hér í FNÍ sem er oftast á þessum tíma og við ætlum að halda því bara hér á 9 ári 3 spurningar eins og alltaf drengir við þetta tilbúinir Fyrsta spurning, hvort myndu þið frekar aldrei aftur finna bragð af neinu eða aldrei ná honum upp aftur ég held að vera að fara að taka því COVID hérna bragðið að þef þetta er alveg ekki eðlilega góð spurning sko. aldrei aftur finna bragðið, aldrei ná honum aftur upp Steindi til dæmis elskar góða mat út af lífin matgæðing þetta er nefnilega algjörlega þú elskar góða pizza að þið er ekkert að horfa fytubólun í stúdíun og segja að þú elskar mat þetta er ekki rétt hann er nefnilega ekki matgæðing þú elskar KFC, er þetta vondur á bröðu? Nei, sko það er aðlega því ég elskar Helga í góða ég vil styrkja hann nei, málega það strafgar að hérna staðan er þannig og nú er ég ekki að ljúga þér borðaðu bara til þess að vera sattur og fæsja hann svo sko, ég er stemningsmaður mér skaman að fór að borða það því að ég er með einhverju vinnum og aðalega, þú veist, maður er að söstra að drekka ertu graðar en þú ert svangur? Já, miklu staðfest þetta var heiðalegt að svar í sögu FNÍ blöð nei, af því að ég skal segja bara svaraði strax það er til fólk miklu graðar það er til fólk, fullt af fólki kona minna henni, hún elskar að fara og fá góðan mat af hverju segir það fullt af fólki? Það er 98% af þjóðinu já, og þú veist, ef það er eitthvað gott í matinn ef við erum að fóra út að borða, hún er ógeðslega spennt allan daginn, hann borði eitthvað góða mat og svona ég er bara svona, finnur ekki bragðið af þessu? Jú, en mér finnst bara hann lennir ekki að borða, hann vill bara að drekka ég er ekki að segja út af að setja eitthvað blöytur þú vilt bara, þér finnst að við eigða tíma oft í það ég er ofta, þegar í gamla dag þegar við auðvitað vorum að fara að keyra vel í okkur til dæmis og hann ringir í mig og segir, hefur ekki að fara út að borða en ef við grípum okkur eitthvað að borða og fyrir beint á barinn ég var meira til það sko þegar þú segir hann og ég bara ferðast með Steinþór hann er ekki spennt að fara út að borða ég fari með AC margu oft ég man ekki eftir að borða með honum hefur setið með mér á veitingastæð já, við hefum nú gert það sko, málega ég segir þetta, ég bara rifið þetta upp hvernig setið mér þér á veitingastæð við sátum nú saman á Punkina og Kolbundaginn en borðaði Steinþór eitthvað aðra? Já, drengir, ég er alltaf til í að have a great time og fara að borða þetta er þá létt fyrir þig, Steindi nei, málega það sko, ég er alin upp á Surviving Instant ég er alin, sko pappi minn eldaði matinn þannig að hann runda beinunum ég er búin að segja, ég er búin að koma með það Steinþór er búinn að sprauta inn tvisvar og hann er sáttu við 2 grislinga, langar ekki fleiri hann er kannski, hann er retired þú veist, ertu retired er það eina ástæðan fyrir þú notar á hann? Nei, ég er svona velta, ég hugsa upp átt sko svariði bara, ég nenni ekki að fara á út í þetta sko, ég elska humar til dæmis, að hafa smakkað góðan humar, god damn já, við höfum alveg smakað það og nautasteik og veist með bernes og þú ert ekki að tellja upp allt sem er gott en hefur þið smakað bara pulsu með öllu sem er geggjuð pulsu með öllu þetta er bara geggjuð hef ég smakað pulsu með öllu ég segir eitt að ég lofa því ef ristabröð með smjör og osti myndi kosta 18 skall einhvers staðar í bæ á veitingastað það er í vinsælti réttur hefur þið smakkað pulsu með öllu? ég hefur svona 10 ár síðan sko. hann var að tala ég geri ég lauma mér í þetta veistu hvað, ángríðins stundum, ég ætla hann bara að reynskilin stundum eftir þætti hérna, það er föstudagur
og ég er að fara heim og ég ringi allir ekki koma að borða og drífa eitthvað svona, hvað er matinn? Já, þetta er svona fýtt matur, bara eitthvað góð matur sem konar er búin að elda, þá fer ég stundum og fæ mér eina puls á leiðinni heim því að mér bara langar í hana. Svo fer ég bara heim að borða. Bara í ykkur lúu? Ég bara lauma mér í pulsu. Reyndar talandi ristabrauð Jólin, hversu gott er gravlags á ristabrauð? Það er reyndar ekkert eðlilega gott. Og gravlagsósa. Ég kaupi þetta stundum bara svona randomli. Er þetta bara jóladæmi? Getur maður keypt þetta allan á sig hring? Allan á sig hring. Af hverju gerir þetta bara í desember? Ég sko, góð punktur blóðandi. Ég fór bara að mér í grálvasi í hafinu og setti þetta ofan á lágkólnabrauð, próteinbrauð. Þá verður ekki spikfeitur að þessu. Það var ekkert eðlilega gott. Ég hugsa, af hverju gerum við það ekki ofta? Setur þú þetta líka á lágkólnabrauð? Nei, það er sem að skemma réttin. Það sem ég gerir, ég fer bara til búð. Ég ger þetta stundum svona, ég hef gert þetta stundum bara svona, ef ég er eitthvað út í búð og ógeðslega svangur, þá fer ég og kaup mér sem ég get ræðslega. Og kaup ég stundum bara, sé eitthvað gravlags, kaupa bara heilt brauð, svo fer ég bara heim og ég bara svona 10 brauðsna. Bara ég var að hugsa þetta bara núna, hvað verður svona 2-3 dögum síðan, á hverju kaupi þetta bara í desember? Já, þú veist, þetta er ekkert eðlilega gott. Þetta er eitt af besta sem ég fæ. Já, og svo líka, veit ég hvað er líka mjög gott ekstraðar, að kaupa, svona... Þú ert ekkert að fara að kenna okkur neitt sem þú ert að nýta okkur, sko. Nei, svona súkkulaði, svona súkkulaðibrauð, svona hnetusmjör, skilur, svona súkkulaði. Fattur þú? Sem er líka svona hvítu í svona röndótt eða svona sebraðistur eða eitthvað, þetta er svona eitthvað hnetusmjör. Ég finnst þetta að kaupa það bara og ég ætla alveg bara... Bara upp á dollinu? Nei, ég segi það nú ekki. Ég er ekkert að spá í hvað ég sko, málega er blöð, þetta er erfitt, sko. Já, þessi er erfitt, ég veit það. Og hún er ekki eins og það barnaleg. Út af því að sko, þið er að ferast erlendis, þá er stór partur að fara með vini sinum út að borða, þú veist, fá sér red wine og steak, út að taka það af mér. Nei, hann ert ekki hann er að því, málega er, þú veist, hann að segja, annarkvæmst fara bak eða þú fara að borða góða mat, sko, þetta er ekki svo auðvelt. Þetta er ekki auðvelt, sko. Þú missir ekki bragðið af rauðvinnu? Jú. Nei, þú sagði ekki bara matn. Aldrei finna bragð. Já, ok, ég verð að fá svar. Já, ég veit bara að þetta er erfitt. Ég tengdi þetta bara við matinn, sorry. Já, þetta er allt. Ég kom með 2 greisninga. Ég er retired, ég ætla að finna bragð. Ekki sammála þarna, drenginu. Já, þú veist, retired er nánu ekki upp, helst ekki alveg í hendur. Þú ætla ekki til að fara með þér út að borða þess, þú finnur ekki bragð á rauðvínu. Þú ætlar í mörkar því að fann að drekka þetta dry jager bara heilu glösin. Þú getur bara reyndar, þú getur byrjað að borða bara holt, skilur einhver máli. Ég getur lifað þessu, ég getur byrjað að borða eitthvað reiðhjól og komist í heimsmeistarabók Guinness og allt þetta. Þú getur borðað kúk og finnur ekki bragð. Er það ástæður og borðar ekki reiðhjóla því að svo vont bragðað þig? Nei, ég er að segja bara, ég getur byrjað að éta allan fjandan og bara get great living out of it. Ég ætla að finna bragð af my lobster næstu 5 ára. Ég var að fatta eins og að næsta spurning er bara erfið fyrir Egil. Ég ætla samt að láta hana flaka. Hvort möttu þið frekar, aldrei aftur horfa á íslenska landslið í íþróttum eða aldrei aftur horfa á enska boltan? Goddammit Gump. Ég myndi, sko, málega mitt líf. Ég þarf ekki, Egil, þessi er svolítið á því, ég ætla að byrja þér Egil. Þetta er íslenska landslið í knattspyrnu þá. Og handbolta og bara Goddammit Gump. Ég missi aldrei að leik. Bara fótbolti eða, þú veist. Ég missi aldrei að leik með landsliðinu. Þetta er skítléttur þetta, þú horfir ekki svona fótbolta. Og handboltinn, íslenska landsliðið. Já, við aldrei horfum United aftur. Sko, fyrir mér er þetta á móti Newcastle landslið því að honum er þetta Manchester. Þetta er ekki Newcastle, þú getur ekki nefnt 2 leikmenn, bara getur þú leyft honum að svara þessu? Því ég veit alveg svarið þig. Nei, ég er að segja, þetta er bara þannig, Newcastle Ísland og móti Manchester Ísland. Sko, Blöð hefur ekki haft þetta svona erfitt í mörg ár, sko. Menna, sko, horfur á alla leiki? Ég horf á íslenska landslið alltaf og United, já, alltaf. Þess er það bara spurning. Það þarf að vera eitthvað mikið í gangi til ég takki það ekki. Ég er búin að elda íslenska landsliði í fótbolta út allan heim, knattspyrnuliðið sérstaklega, minna handboltaliðið, þetta er kannski að gera það með þar, en... Ég er náttúrulega elda handboltaliðið. Já, það er ógeðslega gaman, ég marg að tuksa hversu gaman var það. Erfitt að fara til Egyptalands í COVID núna, en fókitt? Það var geggjað að fara samt, ekki í COVID, en svona... Og skemmt þessu útdagsferði sem ég farið í er þegar það er elda íslenska landslið á stórmót. Það er ógeðslega gaman. Já, ég veit þetta bæði mjög gaman. Og líka mjög gaman að fara með Blöð og Cumshot og Hjöpi og Mike og öllum á United leiki, sko. Og byrja þú. Það er bara að hann myndi velja íslenska landslið. Heitir eitthvað vinnur eitthvað Cumshot? Sagði það? Hann hefur verið með nokkuð nöfn. Það er ríkalegt nikk að kalla þetta. Ég ætla bara að vera hreinskilin. Byrja sem Gummy Bear og Gumball og svo breytist þetta allt inn í séð. Herru, en hérna, hvað ætlar að segja? Ég er bara að svara þessu. Steindi, byrja þú bara að gefa þitt. Það þarf ekki.
Ég fáum bara svar. Hann horfir ekki eins og ná einska boltan. Þetta er alveg nokkur rétt hjá auðvitað. Ég ætla að velja landsliðið að því, þú veist, ég sko að því að, jú, þið megið samt ekki stráka að taka alveg að mér. Mér finnst gaman að horfa á fótbolta. Þú getur ekki nefnt 3 leikmenn í uppáhaldsliðinu. Jú, en málið er það, mér finnst samt á móti haldast í hendur að hitta ykkur. Ég nenni ekki að horfa þetta einn. Ég væri til ef við værum eitthvað svona fastan hitting sem við gerum alltaf, ef við hittumst alltaf hérna lögutum, drekkum nokkra bjóra og horfum að leiki, þá væri sign me in. En ég myndi ekki nenni að vera einn heima að horfa. Hvað er langt sinni að horfa á leik í ensku deildinni? Í ensku deildinni? Bara síðan ég var með þá örugglega ykkur að horfa á einhvern leik. Það er ykkur ár síðan. Já, og svo getur ég náttúrulega ekki snúið baki við. Ég náttúrulega er að spila, ég er í gúlagenginu með Gylfa. Íslenska landslið. Sko, ég vil hugsa þetta þess. Það er ógeðslega gaman að fara á Hall United á Old Trafford. Gert það nokkuð sinnum og það er mjög gaman. En það er ekkert sem toppara að styðja þitt land á stórmóti, ekki einu sinni að mæta Old Trafford að styðja United. Að mæta og elta Ísland á stórmóti sérstaklega er að skemmta sig og æfinni gert, og það eru ungir grislingar og kom núna sem að taka við núna af öllum svo legends, Gylfi Jóberg og Hannes og Kói, þeir eiga slatti eftir, en framtíðinni björt. Ég ætla ekki að fórna þessu stórmótum, þannig ég segi því miður, Óli og Kó í United, ég ætti skít. Það er ekkert annað. Jesus. Við erum að strákar pæli því, við erum að fara að styðja og peppa new era á landslið. Já, og eina sem ég get samt, ef þú myndir hugsa þetta, ég er ekki að segja þessi rangt svar hér, því ég er ánægð með svari, en það eru miklu fleiri leikir með félagsliði heldur en landsliðin. Ef við komumst ekki á stórmót. Já, herru, þá er það síðasta spurningin, drengir. Hvort myndið freka, vilja fá trúða eða furry fetish? Þetta stendir svolítið með annars, sko. Hvað heldur þessi bara með bæðið það? Nei, þetta er svolítið your shit, sko. Er þetta my shit? What? Hvernig akkur? Hvernig farið það út? Það byrjir á stenda, það finnst þetta svolítið your shit. Hitt var enda svolítið meira á Egil. Ég ætla að hugsa þessu. Ok, þannig ég kemi heim á eftir og ég myndi beðja frúna að klæða þessu upp sem trúð eða furry. Já, það er basically spurningin. Þú yrður að vera með annan fetish. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilist okkar að þú varst ekki að velja mest sexy fetishin þetta maður. En þú ert alltaf sérfræðingur í hvernig furry fetish nákvæmlega. Ég er alltaf búin að fara á mjög margar ráðstafanir og hvað er furry fetish? Þetta er bara einhverjum búninga? Þá ertu bara ládýr. Þú veist, þú ert refur. Bara hvað sem er, þú ert í svona búning. Geti verið Georg, eins og hana mörgessinn. Já, þetta getur verið það. Ég var eins og í Georg. Georg, varst að leika Georg? Nei, ég mætti eins og balli MK í Georg. Það er þetta rosalegt, þá varstu furry. Það er það að vera furry. Það er rosalegt. Það er svona búninga. Þá er það trúður maður, anskotin hafið það. Tekur þú trúðum frekar? Ég meina, hvernig heldur það að sé að fara upp í rúmi Georg? Nei, ég meina bara, þú getur ekki það að sé eitthvað sem er að kveikja meiri í mér en annað, en ég er alltaf þetta er sammála. Það hefur valið furry. Það er báður í trúð. Já, bara mér finnst eina með hvað leikur huggulegstu trúður sem ég séð, sko. Hann er ekki trúður, hann er töframæður. Jesus Christ, maður. Ég hef aldrei séð að mála þessi trúð. Það er allir búin að svara FM 95 Blu í samstarfi við Keiluhöllina, Túborg Léttöl og Fitnessport. Það held ég þeirra hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957, en við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Steindir og komnir inn í klefann góða. Það er hárrétt, já. Fyrsta sinn á þess ári. Er þetta ekki alltaf okkar upp á staður svona til að snáðast á? Hér líður okkur vel og þetta er erfitt grín sem við erum að fara í núna. Já, þetta er svona erfitt, þetta er ómögulegt grín. Þetta er svona, þetta er kjánalegt en getur það skemmtilegt. Við gerum þetta alltaf eins og ári, þetta er árlegt grín hjá okkur, strákunum. Og þá ringjum við í ókunnugt fólk, Auðun. Og förum í klassíska brandara. Sem, veistu hvað, maður sér hennar brandara á hverju ári. Ég sá hann á nokkrum stöðum. Já, ég líka. Og þá ringjum við og segjum heyrðu, nú er kallinn bara ekkert búin að fara í sturtu sinni fyrra. Sem er geggjaðu djók. Já, og sérstaklega svona kannski að því það er 8. janúar. Já, það er enda einu í þessu. Óttast við verðum að gera þetta. Við höfum að gera þetta 2. eða 3. jan. Já. Við höfum ekki gert þetta 8. en við viljum að prófa þetta. Já, við prófum þetta. Og sko, við ætlum jafnvel að setja smá tvist á þetta eftir. Við ætlum að byrja bara á, þú ætlum að byrja bara á venjulegu símtali. Ég ætla bara að byrja á að athuga hvort að brandari virki í ár. Hann hefur svona, já, þetta er svolítið 50-50. Hvaða nafn viltu vinna með? Kristján, bara svo pabbi. Já, bara svo gamli. Halló. Já, Stjáni. Já. Blessaðu meistari, hvað segiru? Hver er það? Er þetta Þröstur, maður? Þrösti, heyrðu? Já. Nú er kallinn bara ekkert búin að fara í sturtu sinni fyrra. Nú?
Veitu, hver er þetta? Ég er ekki... Veitu, fattar ekki, er ekki komið nýtt ár og svo leiðis, er ekki búin að vera styrstu sinni fyrra? Nei, þetta talið við rétt að Kristján. Já, þú veist það þegar það var, ég fór í styrstu 31. desember. Já. Komið nýtt ár, þannig að ég hef ekkert farið, ég hef ekkert baðað mér sinni fyrra. Nei. Já, hann er alltaf klassísku þessi. Já, nei, svo er þetta komin 8. jan, þannig að þetta er árið hálflókslegt. Er þetta ekki brattir bara? Jú. Já, ertu búin að baða þér sinni fyrra? Já. Nei, maður er svona bara að hringja í alla félagana bara svona til að nýta brandarann. Maður getur bara sagt það eins og hann. Þetta talið við rétt að Kristján. Já, er þetta ekki Kristján? Já, hvað er Kristján? Hvað er Kristján? Maður skil hvað heitir? Jú. Hvað heitir við? Hvað heitir þú? Heyrðu, látt ekki svona, ég er nú bara hringið og segist ekki verið búin að hafa styrtu sinni fyrra. Hvað? Töff krátmaður. Heyrðu. Já, ég segi það. Heyrðu, já, ég ætla að fara að baða með maður. Þetta er orðið hálfókist. Ég, bara, eins og ég segi, ég ætla að hringja áfram og þetta er góð brandari. Heyrðu, heyrðustum. Já, segðu það. Ok, bye. Þetta er svo óþægilegt. Þetta er ekki. Ég veit ekki hvað var það. Maður sé einhverju galsæðið eitthvað. Mér fannst þetta ógeðslega. Þetta er svo bonda því að það er 8. jan. Nei, þetta er viðbjóður. Þú finnur þetta, þú veist þetta er kannski alltaf læg að vera á hliðalínni. Já, ég hef gaman að hliðalínni. Þetta er eitthvað inni þegar þú hringir. Ég ætla að prófa þetta. Kitty? Já, Kristján heiti ég. Já, Kristján, Kitty, ertu ekki góður? Jú, það er mest að fyrir það. Já, gott að heyra. Ég er nú sjálfur heldur brattur en ég verð nú að viðurkenna það. Ég er ekki búin að fara í sturtusenni fyrra. Nú, hvað segir þú? Já, náttúrulega áramótin, fattur. Já. Þannig að það var alltaf nú að hendi þennan þegar það er búið að vera áramót. Ég ekki farið í sturtusenni fyrra. Nú, hvað segir þú? Já, það reyndar náttúrulega, ég er að sjá það núna, það er komið 8. þannig að kannski ekki alveg nóg gott eitthvað, ég veit ekki. Nei. Maður kannski að fara, þetta kannski er finnar að það verði ekki svona langt frá áramótunum svo. Akkurat. Það sko ég meina. En brandarinn er alltaf góður að taka þarna, ég er ekki farið í sturtu sinni fyrra því að maður fer í sturtu 31. og svo komið nýtt ár, fattaru? Já. Og þá maður bara, ég hef ekki farið í sturtu sinni fyrra. Jú. Erst þú búin að fara í sturtu sinni fyrra það? Já, ég. Já. Ég fer nú yfirleitt í sturtu svona annarkur dag. Já, þetta maður á að gera það sko. Ég veit það ekki. Þetta er kannski einhver vani. Já, þetta er góðu vani hér. Ég verð að fara sjálfur að baða mig sko. Ég bara vissi ekki, ég fatt það ekki þegar ég hendi í brandarinn. Það er 8. maður. Það er alltaf seint fyrir svona djók. Já, þú segir nokkuð. Ég er ekki búin að ríða sinni fyrra. Ég er ekki búin að ríða sinni fyrra. Nú, það er ekki komið tími til að fara að leita eitthvað. Já, farið sturtu og ríða. En ég ætla ekki að vera að tröfla ekki minn. Það er gaman að heyri þér. Já, sömuleiðis. Ok. Bye. Þetta er áfælið. Shit, hvað þetta er svo íðilega. Heyrðu, hann var heldur ekki að gefa þið mikið séns þessi. Nei, en samt alveg til í að spjalla. Hann spurði ekki eins og hver er þetta? Nei, hann er til í spjalli, en hann var ekki að gefa henni svona gefið slátur. Nei, hann skildi brandarann, sko. Ja, þetta er ekki flókið brandari, sko. Nei, hann gaf þér engan afslátt, hann var bara svona, já, ég skilði það. Hann gaf þér ekkert svona vinanlegan, já, ég mitti. Sem að hefði ekki dreipið hann, sko. Nei, en hann var hressamt kallinn. FM 95 blöð með ykkur hér á þessum föstudagurinn 8. janúar, fyrsti þátturinn okkar á árinu og ég veit ekki, er ekki flesti landsmenn bara í gír eða? Jú, ég meina ég veit ekki betur. Janúar er svona oft, hann er svolítið þungur? Ekki lengur, það er 5 stiga hiti og rigning. Drefleðilegu mánuður sko. Hann er það. Það er heitt sko. Þetta er svona mánuðinu sem að reynir oftast að flýja til útlanda. Já, þetta er svona mánuður sem fólk er í ræktinu og reyna að hreyfa sig og lifa heilbæðan lífstíl en það er ekki hægt út af the goddamn government. Já, betur, hvað er að gerast þar? Já, sem að gera það er að vera með allt niður sig. Það er sem að gera það. Það er að fara að opna ræktina? Nei, þeir eru hópatíma. Sko, málið er, nú hef ég átt heim í ræktinni í 25 ár. Ég veit að aðeins lengur en King Þórólfur með fulli vinningur í King Þórólfi. Hann einhvern veginn ákvað það. Þú gerur honum King Þórólfur? Hann ákvað það að hópatímar væri meira safe en ræktin sjálf. Þannig að mér langar að heyri Þórólfi, segja gamli, kíkta á mín í sporthúsið þess. Allir hópa tímasalinir eru litlir,
léleg loftasting, lítið rými fólk í spinning þarf að hrækja okkur annað í miðjum tíma. Nei, það er ekki Síðan lappar í gimmið sjálft. Þar er stórt rými, hátt til lofts, góð loftasting, ekkert mál að halda góðri fjarlægð frá næsta manni. Það er miklu meira safe, ræktin sjálf en hópatímanir. Því það er ekki hópar, hópatímar. Þannig að það er bara að vera að opna hópatíman en ekki Já, sem er líklega að sko öllum heimskulegum ákvörðunum in the history of heimskulegur ákvörðunir þetta fer on the goddamn top og það sem verður vandamálur verið King Þórólfur og co. Eftir 5 ár þegar við gerum þetta upp í félagarnir Þórólfur mun líta þessar goddamn clown Við félagarnir? Heldur að við sem að fara að gera þetta upp eftir 5 ár? Sko að þetta var bara akkurat öfugt Gimni ætti að vera leift en ekki hópatímar Er ég, í hvað geðveikir er staddur enn? Já, sko, þú veist að tala um mann sinni alltaf, það veit ég ekki, Og líka útskrift fyrir mér, Steinþór, class clown Akkur máttu Ég var ekki að taka þessu, var ég að taka þessu ákvörðun? Akkur máttu fara í búniskleifi sundi En ekki búniskleifi ræktinni Útskrift fyrir munin, right now Ég sé ekki fljóð Útskrift munin, clown Það er ekki munur, Nei ég held ekki Og hver er munur á rækt, sko, búniskleifi sundi og búniskleifi rækt Útskrift það, clown Ég held að sé ekki munur, maður Ég held ekki, ég þekki Þetta er svo hættilegt, þannig er hún reiðu fyrir Við erum að fara í spurning Og hann er reiður út í mig eins og ég hafi verið að setja ykkur Ég var eitthvað mjög fljótt, mjög reiður Þannig að náttúrulega hætta þessu Róa niður Já, sko, ég ætla að vona að Þórólfur sé að hlusta King Þórólfur Ég mæli frekar með að opna gimmið frekar en hópatímana Því það er töluvert minni hætta á smiti þar En er hann ennþá þinn maður samt? Ég segi King Þórólfur, sko Ég er ekki bara að taka King á hann Ég kann vel við hann Hann er bara málegar, hann er misinformed Þannig að ef þú Það þarf að keira, sko, ég sé það að gera Hefur einhvern tímann kallað einhvern sem er ekki þinn maður King? Nei, sko, ég sé það að gera, ég þarf að pikka hann upp Ég þarf að pikka King Þórólfur upp Ég þarf að rúlla með henni í sporthús Þetta hljómar svo handfrökkur. Ég þarf að sína honum gimmi Sérðu spinningssalinn hérna, Mies Kottu svo fram í gimmið Mies Þá sér hann bara, ok, hörðu Hérna er stórt rými Spinningssallinn er lítill Mies, ok, Mies Og þá lagar hann þetta Ef að King Þórólfur er að hlusta Má ertu kannski að ná til hans sem var gótt Já, ég meina Sko, nú er Það ég er ekki oft sem ég er sammálaður en það er mikið til í þessu Þið veitir alveg báður að ég þekki ekki gimmálinn vel En er þetta ekki líka svolítið þannig að það kom upp eitthvað keisata með gimm Og það er svolítið svona erfitt að taka Það kom upp á boxtan sko Já, en ekki á Íslandi, sem er allt annað náttúrulega En svona erfitt að menn býta í sig Já, en þú veist, en á Íslandi hefur smitin í gimmónu verið lítið sem ekki nein Eða þú veist, í sporthúsi hefur með 2-3 manns inn á dag Og smitarningateymið sem Þröstur eigandi heyrir reglulega í Þeir hafa ekki rakið 1 smit í sporthúsið Ekki 1, það hefur verið gaman að fá 1 Það hefur verið 0 Það er ekki verið gaman en Já, skilur, þú veist Rísagimm er stærsta gimm með höfuðborgarsvæðinu, sporthúsið Og það er ekki 1 smit Og vörklass fekk ykkur 3-4 Og það er öll frá þessu hnefalega gimmi Því ykkur engaþjólar í vörklass fór í hnefalega stöðuna Boksaði ykkur gæja smitaðist, fór í vörklass, smitaði 3-4 En ég get allavega tekið undir það að líkamsrækt er að halda uppi andlegu hliðinu hjá mjög mörgum með eitthvað þið tveir eru drullu leiðileg Thank you Stóni Þetta er ökkvöld input frá Stóni Það er bara þannig, ég er ekki að grínast Það er ekkert betra og bara fyrir hlustendur sem að ef þeir eru eitthvað maður þungir eða þreyttir eða eitthvað þá get ég lofa ykkur kæru hlustendur ef þið farið bara venni ykkur á það fyrir ræktina hreinsa bara hugan með því að setja headphone-in á og byrja að lifta og þið þurfið ekkert að vera að lifta til þess að verða ykkur bodybuilder sem bara hreyf ykkur Já, kemur út eins og nýr Það er bara þannig, staðfest Tilfinningin að lappa út af góður æfingu veist, það er bara það er engin líf í heiminum sem toppa Þetta er örgulega mjög svipað þegar ég er búið með alvöru action game þegar ég er gaming Ég get ekki rætt þetta með Er það King of 2021 Hver mun eiga betra ár Er það Stoney eða The Blonde Ale En þetta er ekki King of 2020 Þetta er bara King of 2021 Já, þið þurfum að vera sko, og þetta er svolítið trikki Ég er að tippa á hérna hver mun eiga betra ár að þið þurfum að vera heiðarlegir Ég er alltaf heiðarlegur Ef ég spyr ykkur, strákar, mun þetta gerast á árinu og þið vitið að þetta mun gerast þá verður að segja bara, já, ok, þetta er að fara að gerast Ástælsveg Ef að þið verður að ljúga og segja mig að þetta gerist ekki, Gilsi þá er þetta bara að kjafta Það er ekki sammála því, ég mun hreinskilnaði Þú, já, hreinskilnaði og miklu meira Steinþór En eftir ekki, þú eru þá að vera líka svolítið smekklegur, eða ekki? Jú, þú veit það Þú getur ekki spurt á okkur að fyrir viðbjóði Ok Sko Ég var til eiga gott ár, ég ætla að vinna þetta Ég var til eiga mjög gott ár, en ég var ekki til að vinna þetta Þú þekki ykkur 2 frekar lengi Því ég vil treka góð ár, sko Lífi leiku við ykkur Þú veist, þið var aldrei að slæma ár Aldrei gert Hættu þessu, ég ætla að keyra þetta í gang Heldur og gamblir eitthvað á árinu? 100% Já Þú verður við hér
1-1 Ég ætla að gíska á að það verði í haust Nei, ég er gamla örugglega helgina. Þetta er alveg Já, bara já, online game Já, sportsgame Þú ert svo lítið spútt aðeins að færa í sportsgame Sko málega, mér finnst alveg gaman að vera svona með þegar það eru skemmtilega UFC-kvörd og svona og þetta hjálpa mann að vaka En að því ég var nú að tala við hlustendur aðan hversu mikilvægt það er að fara í ræktina, þá er það líka, við skulum taka það fram hér, að aldrei gamla neinu sem þú hefur gefna. Nei, mjög gott að setja undir Myndi það aldrei cash og hvetja treysti þér í að tapa Já, ef þú ert bara, hvað ertu með á mánu, hvað áttu inn á reikning Svo er líka passa bara ykkur. holdt fyrir fólk að frussa öllu frá sig maður og fá bara smá svona, þú veist Það er að vera Nei, alls ekki prósenta af heildareignuninum sem þú treystir þér í að tapa Næsta spurning Byrjaru nýja árið í a luxury house Þetta er það bara já að báða bara Akkur þetta já að mig af því að við erum báðið bara í raðhúsin Steindir ennþá í þessu eldgamla húsi sínu sko Nei, þetta er bara ógeðslega flott hús sem að Steindir í og bara Já, geggjað, en hann bara er já samt að báða að leita sér að nýju sko Ég er að segja þér, Nei, hann er heyrðu, ég ætla núna að fá að stígin Ég bý bara í, sko, eðlilegast ég bý í 120 fermetra hús Ertu ekki tveggja eða Nei, raðhúsi? ég er ekki tveggja Jó, hæða það er raðhúsi. rúmkólan og efrihæðinni Já, Og hvað gerir þú lappar hann upp? Ég er með lítið ris Rís, Og- þetta er svo lítið rís Það hljóma hræðilega. Og í rúmkólinni Herru, nei, með þú veist, ég er með stórt ris? Nei, þetta er lítið ris Þetta er ris sem er bara 14 fermetra Ég Þetta er að þú það bara stiga allir að fara í þetta rís eða ekki Já. Sko, hann er sko, tveim árum. jú, ef þú vilt kalla bara 120 fermetra Ertu ekki líka lítið með- sætt raðhús, luxury raðhús þá bara ég alls heikil Glerskála og pall og eitthvað Hann er bara að stiga að báða En svona á hreitni íslensku þá auðvitað þrisum stærra hús Nei Eða þú ert að spyrja Já, Þetta segir sem ég fór í 365 ammali Já. til Stóni og það var ammali, Grisling og ammali Þú varst að grilla? og ég labbaði upp, já ég tók við að grillu þegar þú varst að skýta á það að grillu eðlilega hægur á grillu Grilla er hot en ég dog, tók sko. executive decision, hendur að grillu sér fór ég í rúmkóluna Já. og þá fekk ég að sjá rúmkóluna með það own bare eyes sko. það er rosalega My own bear ég hef aldrei séð svona Þetta er kósi þetta er bara, en sko þú var að passa á því og flytustendi Það að búið að- sé rúmkóla það líka Herru, það er búið að vera breyting á hólunni maður Ha? Hún er orðið miklu fínni Já, hvað gerður þau? nei, bara þú veist að það er komið spilakassi þarna núna Hæ? Já, Hvað er spilakassi? Ég fekk- arcade room ég fekk- og hvernig komst hún upp unna stiga? Ég fekk Mortal Kombat spilakassa í jólagjöf frá konni Þetta er rosalega, það Nei, gerði ég var bara búið að setja mála og setja og gera svona, reyna að gera fínna Sko, ja, 2 blöð Og það er út ennþá í gamla húsinu Steindi, þú var að flytja á þessu ári Nei, Þú þetta ert er bara, eitthvað svona nei, þetta er bara sangjant þér Ertu að leika í award-winning movie á árinu? Ég veit ekki hvort hann verið award winning en ég er að leika í bíómynd Ég er náttúrulega að leki í myndin ykkar 3-2 Já. Heldur þú sprengir eitthvað í hádeginu á þessu ári? Nei, minnst það leiklegt Þú ert eiginlega búin að eiginlega það fyrir mér ef ég var alveg reynskilinn Ég er ekki að grínast eins og í eina sekund núna Ég held að það sé bara eiginlega þér að kenna að ég mun aldrei aftur fá að stunda kynlífi á þeim Þannig að ég held að segja nei Er það mér að kenna þessi dögt? Já, þú veist bara að ég myndi reyna það þá væri það bara dött sko. Heldur það? Kannski ef ég væri elvendur En ef þú bara færi klukkuna til 3 en það er ennþá lunchtime Já, og bara platar að Hvað því að Bara eins og Það að segir konuna segir bara lifandi einhver annar í vín Guði, góð Herru, Ég hvort að það gangi heim Ok, Steinþór, ekki þú virka ert svona þetta er ekki að mikið hátæðskall en veist, hvernig er hvað segir þú? Nei, en sko málið er það, ég ætla að taka svolítið undir þetta á blöð af því að þú ert búin að skemmi þetta svo mikið á blöð þá held ég að smiti meiri þess að yfir til mín að þú sett búin að skemmi þetta fyrir okkur báðum Þú fór ekki? Nei, ég myndi halda að það væri bara óttinn við það að þú myndi grípa þetta í lausu lofti hérna Já, líka nýr gristlingur á leiðinu Ég bara þakka fyrir hvert skipti Þannig ég efast að vera í hátæðinu Hákum ræðspil, þetta er mjög spennandi Það er 3-2 fyrir blöð Á að stara á okkar blöður á árinu Star á blöðru Það er jafn vond af manni að hlæja þessu alltaf Já, hefur þú ekkert að stara á blöðurur Ég bara og kalla þetta blöðurur Fyrsta lagi aldrei kalla þetta blöðrur Hræðilegt. Og hvað flokkast undir að stara Það bara horfið lengur en þú átt að gera Nei, það er þá ekki nema bara konunni mín Já, ég er að segja það, það er alltaf leið En þá er ég ekkert Það er stig fyrir það. En þá er ekkert að horfa of lengi Af því ég má það Já, þú fær bara stig fyrir það Já, þá ætlum ég Þannig að hún er örugglega að fara að gefa og svona Jú, ég mun stara á blöðrur á árinu Þetta er náttúrulega punktur af því líka eða Að ekki sjálfsögðu, ég er bara með konu með brjóst þannig að það er bara punktur okkur bara Það getur ekki annað verið Hóla hefur gaman að
Alveg svakalega fyndið hér. Skemmtilegt. Hvernig er þetta hlægja svo mikið að sjálfur Já, sig? bara, ég skil það ekki. Hann held ég bara, ég ráði að vinna út af þessu á sínum tíma. Það er 4-3 fyrir blöð. Steindi, þú átt punkt. Hvað það ég punkt bara í hverju spurning? Já, 4. Það er rosa. Heldur þú sektir einhvern með limnum áður á árinu? Jésús, almatur, sektir einhvern. Þetta nú erstu farin að miskila spurningur sjálfur. Að þú sektir einhvern, hvað er við eftir að fara að sekta fólk? Þú hættir ekki að skrifa spurningar þetta? Það ertu ekki að tala þú áttir væntanlega við og erum að fara að koma okkur út og sekt. Þú bara orðaði spurningunni rátt. Herru, hvað er maðurinn að drekka? Svona ágrís að þú sektir einhvern með limnum maður? Já, Þetta bara meikar ekki sens. Þetta er ekki flóki. Heldur þú sektir einhvern með limnum áður á ári, já eða nei? Nei, ég veit ekki hvernig þetta gerða það. Nei, ekki heldur, þetta er nei. Þetta er óskiljanleg spurning. Já. Og þú hlær hæstaði og lengst. Ég veit ekki hvernig þú átt að gera þetta. Ég er ekki svona að grínast. Þú myndir ekki sekta neitt? Nei, bara alls ekki. Hvað er að sekta einhvern með limnum? Ég skil ekki hvernig hann hægt. Hvað bara Steindi fyrir bara Sigrún þú ert sekt hvað kjátt er í gangi? Ég skil ekki hvaða hlutafélag það er. Það er rosalegt next level dæmi. Það er að sekta Sigrúnu? Nei, ég sekta það var reyndar ekki mín orð en takk fyrir að koma beint á mig. Það verður ekki fast við mig alveg út árið. Það sem Ötti sagði. Ég er að tala bara hversu astanlegt það er Nei, ég skil það ekki heldur. Þetta hlýtur að vera nei. Tæknilega sé átti spurningi bara eða svona var þetta hlutlust svona dætt bara út af því að hún var óskilja. Nei. Er einhver líkur á því að þú sprettur kringlunlega svo spólgraður hundur á þessu ári? Spólgraður hundur? Jésús almatur. Þetta er svo erfitt maður. Það er bara, ég fæ bara illt í heilan. Ég er spennt. Ég fæ bara sting. Ég ætla að taka bara á mig Sigur við skuldum auðvitað. Ég fæ bara sting í heilan. Það getur ekki ræðilega. Er einhverja líkur, Steindi, þú ert nú líklegri þarna. Er einhverja líkur að löpi eins og spólgraður hundur bara á 4 fótum, hlaupandi fram með Vodafone bara eftir einhverju, þú veist, hvað er að gerast þetta? Þetta er ekki verðandi presturinn Justin Bieber og Ed Sheeran. Ég fíla þetta lagreindar. I don't care. Þegar ég heyri Bieber syngja þá hugsa ég, greiði kallinn. Hann er góður að syngja. Geggjaður. Og hann slófist í gegn á Gamlás í Bandaríkjunum. Ég er belieber, sko. Já, ég er það líka, mér finnst hann svo alveg, sko. Hann má eiga það, hann er alvöru popstjarna. Já, ég vona bara að sé að bara hafi það gott. Nei, ég held nefnilega að þú vonir það ekki. Ég actually vona það. Nei, ég held nefnilega að hann hafi það ekki gott og vona hann fara að byrja að hafa það gott. Nei, þá myndur þú hafa rangt fyrir þér. Akkur? Þegar þú ert alltaf að tala hvað góður að spá í slúrunu. Hann hefur það ekki gott núna. Ég held að hann bara líði nokkuð vel. Hann ætlaði að vera prestur í fyrradag? Nei, hann var að segja hann ætlaði ekki að vera prestur. Þá veistu, hann var að íhuga það. Þá veistu að þú ert að íhuga að vera prestur. Þá veistu að þú ert í hann er náttúrulega giftur Hailey Baldwin og það er vitað í Hollywood að Stephen Baldwin er trúaður. Er eitt svo altrúaðist hann er bara komin í þennan pakka. Ég er langt frá að vera skýta yfir starfið að vera prestur. Ég bara segja að hann er ung popstjarna sem ákveður skynda. Þetta er eins og þú myndir ákveða morgun að vera strætóbílstjóri. Það er svo random, ég myndi hugsa öttir ykkur í vesni. Nei, bara elskar að kera stóra bíla. Já, það er þetta góð. Það er ekkert vesen á Blondell núna. Nei. Það er alltaf eitthvað vesen. En það er hins vegar komið að dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi og það er eitt virtasti dagskrárlið. Nei, hann er nefnilega ekki virtur og heitir I'll Suck Your Dick. Já. Og Steindi tók símtal í dag sem við erum að spæja að hlusta því að ég er eiginlega búin að kúpla mig frá þessum dagskrárlið og Steindi, þú sér eiginlega bara svolítið Ég tek alla ábyrgð þessum dagskrárlið. Ég hringdi í bónda í dag og ég bauðst til að suck his dick. Það er bara fallegt að heyra. Já. Ármann. Já. Sæll og blessaður, Þröstur heiti ég og hringi hérna úr borginni. Já, sællötu. Heyrðu, hérna ekki, er þetta vesla egg beint við þig? Ég er fermingu núna í apríl og beint frá bíli. Nei, við erum nú ekki með þannig rannlýsli. Ekki, það er sakkið, sko. Nú. Já. Við erum ekki með neitt svo leiðis. Ha? Ertu ekki með egg? Ertu ekki bóndi? Ég er bara sauðfjárbóndi. Já, þú er bara með sauðfjö. En hvað, væri þetta að fá inn á rollega þér? Bara til að... Nei. Það er sakkið, maður. Ha? Tökum mér að kaflóna kind og hendur minn í skottið, maður. Og ég meina, það er sakkið, tek, sko. Nokkur egg og ein kind, maður. Og það er sakkið, maður. Það er sakkið. Nei, þetta er ekki hægt. Þú skilur ekki, ég er ekki að tala um einhvern granna nammipóka og okkar vesinn, ég er að tala um bara
Kallið finnur á nýðin og það er sakkið, sko Já, já. Ha, Nei, það er ekki svo leysur gerðu það, sakkið, hegma Gætur þú bent mér á hvort annar bónda sem væri til í, sem ætti kannski nokkur egg og einn á rollu og Nei, það er nefnilega engin svo leysur framleysla hér í sveit. Gæði mér allavega einhver sambund á hvort bónda sem ég geti sakkið Það er náttúrulega ekki að framleysla hérna á Svallaströndin á einum bæinn. Nú eru ekki þar það? Já, Heldur það sé einhver bóndi þar sem væri til að vera sakkið það? já, það veit ég nú ekki, en þú getur fengið egg, það trúlega. Er það ekki? Ég kíkja það bara á að borga fyrir ekkinu og ef hann græjar þetta, minna, I suck it Herru, ég ætla að heyri honum og aðra hvort hann væri ekki, til í að græja nokkur egg á kallinu og I suck it, stig Já, þú skal gera það. Er það ekki? Já, takk fyrir að ég heyri honum og I suck it Herru, já, ég byrði bara að hilsa Já, það er ekki. Já, ok Já, blessaður Þetta var King Bubbi Mortens utangarðsmenn og eins og ég komið inn á áður hér í þessum þætti að þá er Bubbi Mortens fyrsti viðmælandi minn í tónlistamennunum okkar sem byrja á sunnudaginn á Stöð 2 og ég lof ykkur að þið minna það gamla þessum. Við vorum að tala um það núna með að lagið verið í gangi að hann heldur sér í rosalegu formi Já, það sést líka í þessum þætti hann er að spila á Litlarhrauni og hann tekur basically rock tónleika. Þetta er fyrsta sinn sem að kamerur að fengi eldan á Litlarhraun og það er mjög áhugavert að sjá þessa tónleika sem heldur hann á aðfangadag og hverju ári og líka þorláksmessu tónleikandi sem hálf þjóðin horfði á hann, það var ekki pása tekin Nei, við reyndar tók í einu sessunni Já, í þættinum þá eltum við hann á þorláksmessu tónleika þegar að mátti, það var 2019 þá voru áhorfendur, þannig að það var stemming líka endilega tjekkið á því 19:10 á Stöð 2 á sunnudaginn en það er hins vegar, drengir, komið að Hvað er langið þetta? 40 mínútur Yes. Já, stemming Það er komið að sturlum staðrendum og Insane facts Insane facts Já. eins og þetta heitir á ensku Eru þið tilbúnir? Ertu með hrossaskít þetta, falin eða? Ég glemdi hrossaskít Nei, Það er ekki nefnir, ég ætla að setja press á sjálf á mig búðu Ok. til eitt Ég ætla að reyna að setja einn á meðin ég er að lesa Ok, eru þið ready? Já. Fyrsta sturlaða staðrend dagsins Heimsmet konu í fullnæðingum eru 134 á klukkustund en 16 hjá kallmanni 16 Wow. fullnæðingar, já, mér veist miklu meira impressive að einhver kallmaður hafi ná 16 á klukkustund Ég sko að því að Það væri erfitt sko, er nú þetta- er ég er kallmaður þetta- og er ég spyr þetta- bara hvernig er það hægt Er þetta á klukkara? Já 134 á móti Og hvað er það 16? Það er félagi minn sem átti heima fyrir neðan mig í Böðugur Hann náði 18 skiptum hann á einum sunnudegi Á og klukkustund, hringdi eða? mig og hann tók niður njörðu það daginn fyrir mig Hérna var fyrsti hristingurinn Sér kom gælla, hristingur here, right over here 18 skipti Herri, þetta er bara svo mikið upp En er þetta 16 á einum klukkara? Já, þetta er á klukkara sem er Ég er heimsmet ekki vissum ég þarf að hringja hann En Ég mér held að það finnst- ekki vera á klukkara Mér veist En ég veit líka að hann hefur engan áhuga þú setja að ræða þetta í þættinum þannig ég ætla að fara bara í næstu Þinn besti maður í Kópói, hann er á reyndar alveg bara medalíu skilið fyrir 18 skipt á einu degi Það er Já, ótrúlegt, ég það var er aldrei heyrt rosalegt þetta. Herru, það tekur þið 66 daga að gera eitthvað að kæk eða þróa eitthvað í kæk 60 daga 66 daga En kækur, það er hvað svo stjórnar það? Það er ekki bara þú hvað kemur bara það þú missir stjórnina sko. Yes. Getur Þannig maður að- búið til kæk? Þú veist, ef ég Já. myndi núna alltaf gera svona Þú veist, ef ég er að veifa höndunum núna Ef ég segi eitthvað Ef eða þú þú veist myndir gera þetta þegar þú talar í Já. 66 daga í röð Já. þá eru góða líkur að þú væri búin að þróa kæk Ekki gera það svona Eru þið með kækstafur það? Já, Ég veit það ekki þú veist- Já, öruglega, en hvað ætlaði að sé? Ég veit það ekki ef þú sér mig gera svona Já fattar það ekki, ég gerir þetta alltaf Nutta andliti Já, en þú ert ekki með svona kækskilur í Þú veist, þegar þú talar Þú segir ekki alltaf eitthvað undan setningu eða Nei. Þú ert ekki með áberandi kæk Nei, sem betur verð sko Já. En hitt er pyrrandi samt sko. Ég er svolítið gaman að svona fólki sem er alveg rosalega áberandi svona, það er náttúrulega algengast í kæku sem að tekur mest eftir er fólk sem svona kristir augun af og til þegar það blikkar Veistu hvað við? Það er stundur líka bara túrætt Nei, og það er líka oft þegar fólk þarf gleruðu, sko, ég var að byrja að gera þetta, ég sá illa Af því að Það var ekki orðið kækur maður svona þotna svolítið í augunni, þá er þetta í rauninni kæku, sko, svona ringkólfa og svona krista augun, sko Ef þú erum ekki að Svo er þetta náttúrulega gamli fíknefna kæki líka Sko, ég held Hjá fólki, þetta hljómaður ræðilega En þú veist, en ég, sko, kannski fólk hefur tekið eftir, en ég held ekki Nei, Dóri DNA er með flestu kæki sem við veitum
Hann er allur út í, hann er endalus sko. Ég get lofað því að Davíð Rúnarsson, hann toppa það. Hann er með nokkra líka. En þú hefur séð Dóra þegar hann gerir svona, hann tekur hendina og stríkur svona nefið svona fullu. Sérstaklega hann er stressaður. Svo gerir hann svona með hendurna, svona lemið þeim saman. Það er ekki fiktar í eyrunum á sig þegar hann er komið 10 bjórar í hann. Fiktar eyrun, hann kælir á sér. Já, kælir með bjór. Ég elskar hann Rikka á tenni og hann kælir eyrun sko, veit ég að vera á góðum stað sko. Ekki bara tenni, ég var oft setið með Rikka bara bar og þá heldur hann 2 bjórglösum, mínum og sínum og bara setur við fyrir eyrun. Já, bara ef hann finnur á sér, þá byrjar hann að kæla á sér eyruna því að þau hitna svona. Já, hann er heitt á eyrun, það er bara, já. Fullnæging stoppar hyggsta. Þannig að ekki bræðið ykkurum, ég er ekki að segja. En er það ekki manjör? Er það manjör? Já, ég kom eitthvað gæi, ekki Jay Leno sem var ekki búin að hyggsta eitthvað 7 ár, hann lítur á hrissi einhvern tímann, það ekki? Já, góða punktur. En byrjuðu, erst að segja mér að var einhver gæi sem var búin að vera með higg, ég man eftir eitthvað Simpsons. Það mætti til Jay Leno og hristi og Leno leta hann eitthvað að standa á haus og drekka vatn og eitthvað og síðan biðu allir eitthvað og 30 sekundur ekki bara hegst sér allt í Jésus, þetta er eitthvað svona seileskall sem mætti að Þannig ég call manjör hann Væri eitthvað verra heldur en að vera með hyggsta í Já, þó væri ekki nema bara vika Munið ekki eftir sketsinum í Simpsons Reitt, við skoðum að leðilegast og svo lendir í það út með hyggsta, út fullur út að reyna að vera alvarlegur það er ekki hægt, þú ert bara svona, já, en svo bara það er bara, vá, shit, hvað er fullur nei, ég er ekki það fullur, þú getur ekki spila eins og þú sérst ekki döð að drukja kom með Róna hyggsta, ég munið ekki eftir sketsinum í Simpsons gæði var búin með hyggsta í 42 ár og alltaf, kill me Fyrsti bólurinn kom árið 1904 og var auglýstu fyrir pipasveina sem kunnu ekki að sauma eða skipta tölur á skirtunum sínum Mér finnst þetta býna ágæðvert Byrjaði bólurinn þannig, 1904 Já, það var bara herði í þetta En 1903 og fólk bara í peysum þá Eða skiptum Basically, bara þú fer bara í flík og þarf ekki að pæla í þessu En hvernig fæst hlýrabólurinn? Það er svolítið my shit sko Nei, ég hef aldrei séð í hlýra Jú, reynda Já, ég gimminu og En það er bara svo vitræðil Nú ætla að gefa þið bara alvöru ráð Thank you Og þetta er frá viniðinum Já, takk Ég elskar góða ráð sko Já, nú verður 41 árs árinu Rétt 2 barna faðir Ekki láta sjá þau á hlýraból einhverstar En ef ég er taka 165 í bekknum fyrir háti Ok, ég gef þér ræktinu, mátt gera þér ræktinu Thank you En ég sé þið bara á Tenerife til dæmis bara í hlýraból Já, þá er ég 27 gráðum áður Hvað er verið í peysu Ég ætla að taka undir þetta, ég er alltaf í hlýraból út í útlandum Þetta má steindi vera í hlýraból, obese En ég er bodybuilder, má ekki vera í hlýraból Já, það er samt svolítið þannig að feitir og grannir mega verið hlýra Leódorinn vöðvar og flottur, þá ertu astnalur hlýra Raskatið er einstakt á fingrafarið þitt Það eru engin 2 eins Raskati eða kinnarnar á takkina Nei, raskati Það er rosalegt Ekki kinnarnar, já, það er rosalegt Steindi tekur eitthvað 70 skeinur á dag sko Já, endur hann með Það er ekki mjög uníka raskat En alltaf þetta sé ekki líka, þú veist, átt ekki við meira Heldur þetta ekki líka við bara tunguna Jó, þetta á líka við tunguna Ég hef sagt, ertu ekki að hlusta þér í með stjórnlu aðstæðanir? Svona yfirleitt ekki Þetta rennur í eitt einhvern veginn, þetta búið að 15 ára af stjórnluðum sko Sko, maður veit mikið af alls konar rugli sem maður þarf ekki að vita Meðal manneskja eyðir 90.000 klukkustundum á ævi sinni í vinnuna sína Það er helviti mikið maður Býttu hvað það er, 90 klukkustundum 90.000 klukkustundum Já, yfir ævina 90, bara hvað haugur En þá mættalega að miða bara ykkur 7-8 tíma á dag sko Ég var lagagómar í IKEA, ég var að taka 12-13 tíma vaktir sko Já, þetta er meðal manneskja, það voru ekki allir dölur og þú Ég get lofa að ég er með meiri 90 klukkutíma Hvað er svona hefðbundin vinnutími langur svona ef þú tekur allt saman, þetta er 10 tímar á dag eða? 8 tímar 8 tímar á dag Eðlilegt á Íslandi 8 tímar, já, og það er sko, já, það er 5 sinnum í viku Já, Danir gerir þetta öðru sko Danir bara, þú veist, Danir þeir vinni ekki lengur en bara til 3 á daginn sko Þeir nenni ekki, þeir segja bara Fá sem bara í kaldan og Já, ok, segðu mig þá eitt Einstein Akkur ekki ég þá farið og keft mér að borða og annað eftir klukkan 3 á daginn í dag Já, sko, þetta er alltaf vaktavinnur Svo heimst Nei, herru, ég var inn í Ég skal segja þér, já, ég var inn í H&M í Danmörku Og það var, hérna, ég var inn í búðinni Og þá var virkulega virkudagur, virkulega opið lengur Ég er talað með fólk svona almennt vinnutímin er miklu steitri Danir eru náttúrulega búin að taka samkomulag 80% af dönum búa eins Þeir eru ekki að keppa stóru húsin og bílan og garðin og allt þetta Þeir segja bara hvað er eitthvað vangjumna Þú veist, þeir vilja bara vinna sér styst og hanga sér mest og vera með vinum og fjölskyldum Ángríns, Danin hugsa þannig Það er enda mjög gott kerfi Já, og málega er að ég var eins og inn í búð Ég heiti Sönsaga, ég var bara í röð, næstur Og það kom í kerfinu að búið að loka búðinni á Íslandi Það því að búið að loka búðinni, allir sem eru inni klára Það er bara íslenska leiðin Og ég bara var næstur upp Og hún sagði bara, heyrðu, það er búið að loka búðinni ég er inni í búðinni, ég er með kerru hérna í körfu Og ég er alveg til Íslands bara eftir í flugi Og ég er að kaupa hann öllum með það Sorry, við getum geimt þetta fyrir á morgun eða þú vilt Og geimum köruna, við afgreiðum það ekki Það er bara búið að loka, búið að kalla þetta í kerfið Búið að loka kassan, takk fyrir, ég fann heim eftir korter
Þetta var þannig, í HM, stór keðja. Þannig að Danin sko já, ég Hattar að Danana? Nei, minnst Danin geggjaðir. Svo það síðast að þú breytir röddinni þegar þú talaði eitthvað sem að þér líka vel við. Og finnið þið fyrir því þegar þið talaði eitthvað sem ykkur líka vel við, breytist röddinni ykkur? Blessaður. Þú haldur að vera svipuð bara þetta. Ég hef ekki breytt henni mikið, ég kann vel við ykkur alla sko. Ég held ég tali bara eðlilega sko. Já, en þú talaði eitthvað sem líka ekki vel við. Er röddina þér eins? Já, ég heit eitthvað piece of shit. Já, bara eitthvað sem þú fílar ekki. Verður svona deimradaður eða eitthvað? Já, ég hugsaði þetta, ég held að sé til í þessu. Ég held að maður tala aðeins öðru í þessu það. Já, mögulega. Þetta er ekki að tala um að séu allir með kannski meira svona eitthvað svona ass-kissing tone. Nei, þetta er bara basically þegar ég tala við ykkur, þá er ég með eitthvað rödd og svo þegar ég tala við ykkur sem ég þekki ekki neitt og þá tala ég aðeins öðru í þessu. Þetta meikir alveg sens. Já, þetta meikir alveg sens. Ég meina þú veist, þegar ykkur ringir í þig, númus og þekkir ekki versus þegar að Steindur ringir, þá svarar bara hvað segir og rassandlit. Þú sagðir að það segir það ekki þegar ykkur ókunnur hringir í þig. Nei, ég reyndi að segja það bara aldrei þess að hringdi mig. Það er svo annar mál, herðu við skuldum auglýsingar og svo er það völva eftir 9.5 eins og alltaf í fyrsta þætti ársins. Þetta er lag sem maður verður aldrei spilað aftur í FNÍ 5 Dancing in the Moonlight. Alveg viðbjóðslegt og já, við getum rætta hér við dagskrárstjóra FM 957 og kónginn. Hann er mættur, Rikki G, verður velkominn. Já, ekki að kella fyrir og takk fyrir að tala svona fallega lagið. Fengu alltaf að verja þetta lag? Er þetta ekki eitthvað eldgamall lag, Rikki? Þetta er gamall lag í nýju nærbjörg sem svo sagt er. Dancing in the Moonlight, ég bið hlustendur okkar afsökunar. Takk fyrir að koma, Richard. Já, bara ég heyrði þér og Sóla og Simavil því að hérna þessi þrjasteklingar fengu, sko ég er með völvu sem er ekkert eðlilega skegg. Má ég þá spyrja það einu? Hvað, já? Akkur er einnig það? Já, það er, sko, spurði frekar Sigmar Vilhjálmsson og Sólmund Hólma því. Komist þeir bara allt í hennu ekki neitt eða? Er það mér að kenna að þeir séu ekki komið hérna? Gæstu þú ekki bara tekið mig líki í síma, akkur lætur með einan koma þér? Já, sko, hann ringdi ekki eins og nýð, byrju, sagður Rikka ekki að Hildi kemur ekki? Nei, sagði það endur ekki. Þú sem Jöfnlerstu lélugum Richard á þetta stúdíu, hann er inn alla daga. Rikki á FM. Það er ekki svo, við séum að draga ég kom samt sér ferðinga sko, ég var heima með mér sko. Já, ég veist, þetta millionaire Richard, þú getur kert eitt bíltúr í smá viðtal sko. Já, frábært. Býta hann að þeir þrýr eru í völvunni. Sko, já, málega ég sendi völvunni þrjár myndir. Hún sagði við mig, þessi kona, hún er velskegg sko. Hún sagði eina sem ég þarf við 3 myndir. Ég þarf ekki eitthvað meira það. Og ég sendi bara mynd af Richard, mynd af Manni Sim og mynd af Sóla. Og svo ég fekk bara post með þessari umsögn. Og ég með síðast umsögn hennar með Sigmar Vilhjálmsson, Sóla Hólm og Ríkard Óskar Guðnason. Og plani var að fá þú alla 3 í stúdíóið og lesa upp síðast völvuna hvort séu sáttir, skilur. En Rikki er einu sem er mættur hérna. Ég vona að Simmi sé að hlusta. Simmi, ertu allt niður þig? En Sóli, náður á hann eða? Sóli, ertu allt lóðrétt niður þig? Ég held málega er að Simmi er að selja þristamís og er making dollars. Þristamís, það er að gera allt vitlaust, það er staðfest. En málega er, og ekki bara henda mér í þetta er smá texti sko, ég fæ þetta bara sent, skilur. Sigmar Vilhjálmsson eða Money Sim átti frábært ár 2020. Þegar flestir töpuðu cash og smíðaði hann Money Making Scheme sem var þristamís. Mókaði því út í bílförmum. Sigmar áður þetta hlölla, barjón og mínigarðin en þessi staði verða ekki helsta tekjulind Sigmars á árinu. Sigmar verður tekjuhæsti social media influencer landsins á þessu ári. Þetta er ekkert ólíklegt, já. Sigmar nota tekjuna sem að fær sem social media influencer og nota þeirra að kaupa fleiri veitingastæði. Gellur elskar influencers og gerði Sigmar vel niður sig á þessu ári. Það kom eitthvað svona sem að sko, þetta er ég bara að lesa stendur. Ég ætla nú að vona, sko, já. Hún er mjög skegg. Já, hún er kapskyggt sko. Hún er ekkert eðlilega skyggt. Síðan segir hérna hún hérna Sigmar lendir í því leiðenda atviki að vera papparatsaður berrasaður á 9. braut á mínugólfinu á baki með öðrum þekktum kvenkis influencer. Völvan treysti sér ekki að greina strax frá hvaða influencer það er. Og þetta var ég að hugsa, hún treystir ekki að segja frá því. Er þessi influencer í sambandi í dag? Og þegar þetta er greinilega að gera seft Oktnóf sem er greinilega að gera niður sig í Oktnóf hann á 9. braut sko. Farðu bara í næsta. En síðan segir hún en það ævintýri mun hafa happy ending. Þau gifta sig í celebrity brúðkaupi, ekki einn lagergómur í því brúðkaupi. Og síðan segir hún allt sponsað, ekki króna lögð út.
Og þetta Já, er frábært. árið á Money Sim Já, til En að byrju, þannig að Money Sim, hann er að fara Já, að heldur gott hitta, ár, sko. hann er að fara að hitta konu og hann er að fara að giftast henni Já, sem er en influencer og hann er að fara að móka inn á alls konar, er þetta ekki bara frábær spá fyrir hann? Já, ég menna, þetta er óttur í verra Já, fyrir utan að það 9. hóluna, það heldur sér bara nokkuð gott Hvað var að baki, hann var mikið intercourse, það glæpur það Nei, alls ekki En nú komum við að Oftast Sólmundur ekki Hólm Comedian, entrepreneur sem kemur hérna Já, Sólmundur Hólm átti frábært ár 2020 eins og allir vita Það var með vinsalan sjónastátt Skrifaði vinsala ævisögu Og rakaði penningum Völvan sér að engin Íslandingur mun eigða minni tíma í buxum á árinu 2021 en Sólmundur Hólm Vá, byrju, eru allir bara hérna Móðalegt eitthvað voðalega er hún gjafmild á þetta Stundu koma heilu dagarnir þar sem fyrir ekki svona í buxur Sóli er vanalega mjög graður eins og þjóðin veit en hann verður ekkert eðlilega graður árið 2021 Það kemur ekki einn dagur að sem hann er ekki graður eða smágraður, gerist ekki Hann fær gubbupest 5. apríl 2021 samt graður þá Hvað þetta því lítið þá því Þetta er lélegasta völva sem ég heitt Ég er að lesa upp á maili en maður klára þetta Ef hann er það, þá lítur þjóðin að vera í stuði Ef þú verður með gubbupest graður Aldrei, það sjálfsög ekki Sóli mun fjárfesta mikið á árunu og stimpla sig inn sem einn ríkasti uppistandari landsins Það verður mikil öfund aðra uppistandarar eins og Björn Bragi, Ari Eldjárn og fleiri munu fara á móti Sóla og reyna eyðileggja fyrir honum verkefni en það býtur ekkert á hann, heldur áfram að raka inn og gerða niður úr sig 2001 fyrir Sóla er raunin einfalt, meira kass, meiri lemur 2021 Sagði það ekki það? Nei, þú sagði 2001 Ég held að Sóli, akkur mætti hann ekki, tók á móti þessu Má ég fara það? Það er komið að Rikka, það er einu mann sem farið í þriðja Það er ekki ánægð með það, og eini sem mættu og hlustaður á þína spá Já, velgæst Rikki, ég geði það Ég veit nú ekki Þú mátt at any given time stoppa mig og ræða eitthvað betur Ég vil bara klára þetta En ég ætla að gefa Rikka eitt að hann er núna bara að hlusta á Simma og Sóla Já. og völvan er búin að vera, það er ekki neikvætt í Nei, gangi. ekki svo neikvætt. Hún er jákvæð í ár Hvað það var svo neikvætt? Kannski fyrir Sóla Hvað heldur það að Sóli sé bara buxnalaus allt árið? Nei, Já, klára ég- þetta Ekkert allt árið, bara góðanlega á hann sko. Já. Ég býð ekki til sko. það gerir Sko, ekki. hérna Ríkharð Óskar Guðnason Það er ekki ég, mun ég að geggjað ár Ég sé fljúandi til mín hérna þegar ég hugsa um hann mikið af penningum, mössuðum gæjum og dýrum bílum Ó, það er nú Já. góð byrjur Rikki Rikki eins og aðri skemmtikraftar droppaði tekjum 2020 og kemur því reiðurinn í þetta ár Ríkharð mun raka en dollarum eins og aldrei áður Hann er án umbóðsmaður eins tekjuasta tónlistarmaður landsins, Ingo Veðuguð og tekur á byrjunlega 20-50% öllum hans tekjum á árunni Það er ekki alveg nóg góður uppásmaður 50%? Ég veit það, veist, þetta er ekki ég sko Þetta er ekki einhver venjulegur umbóðsmaður sko Nei, reyndar Rikki mun enda ára á því að fara með Gilsætti Tenerife 15 dags lögunarferð Já. Richard mætir ofpeppaður í þá ferð enda 2021 hans langbesta cash ár Rikki byrjaði ferðin á því að pikki sölum hann áttu hotni sem selur gleru, bling og gerfutöskur og spyr hvort hann eigi eitthvað on the side Hvað er að byggja fíknefni? Þetta segir sem frá að köpa dópa á hann Nei, má ég klára lestur Það er að þér maður Richard fær póka af þeim sölumanni Rikki er öll með pókana með til stað á tíðinni þar sem hann grípur hvern artistan á fætur öðrum og byrjum að fá umban Hann endur á að sæna fræg tenni atrið eins og Bluesbráðiskæjana Lady Gaga eftir hermuna og Elvis Rikki lofar Er tenni enn með Elvis? Já, best var að hann er ekki einu svona að búa til þess að skemmtikraft Það er allir annars sko Það er svakar Það er að labba með pókan Nei, ég er ekki pólað að bara með póka Nei, bara völvan eitthvað Rikki lofar öllum að þrefalda tekjurna þeirra Valdi sér þetta svo að taka eitt kvöldi að fara á salerni að hæja sér Jóðal er þetta nákvæmt Þetta er nákvæm völva Völva er þetta? Varst að segja að konan svar fara að skýta? Þetta er við bara Ég sagði bara að hæja með auglýsingar, sér sko. Má ég klára völvuna Valdi sér þetta svo að taka fara að hæja sér á St. Júgens En rekst þar á manni sem Ríkharð með Bluesbráðiskæðan minna salerni með pókan og Valdi skilur svo við Ríkharð 2 dögum áður að fara heim og flugferðin var ekki skemmtilega en Ríkharð ættu sátur Nei, ég þekki það Þetta er leiðilegast og lélegast sem ég Ég trú ekki að við kertu kópói Þetta leiðir þetta fyrir þetta Já, hlusta á þetta heila Þessi ekki að segja verið dópist árun Nei, ég sagði það aldrei Ég sagði þetta tenni og gott ár og
Hver sagði það? Já, þú varst eiginlega Og víst enda að með því segja. að kona mín fer að hæja sér og skilja um að hún kemur að mér Já, af hverju þetta í það? pókanum með blúsbróðskæð Á Tenerife Verðu ekki það, ég hefði getað eitt tímanum ég kannað þetta Nei, Eitt tímanum við panna Ég var bara sprakk æði í ennin á mér að hlusta á þetta það er ekki eigin við, þú yrðir að vera þetta. Jú, það er bara að verður að koma, það er mjög mikilvægt Varst þið alveg að senda Hlusta á þessa Það er þó. svo málið það, hann sendir alltaf hann ringdi í mig sérstaklega og bara verður að koma Varst að ringi í reitt og byggja hann að koma til að hlusta á þetta Og þetta var, hann fekk langt vestu spánu. Það er hræður Það er bara að spá Er fyrir ekki að fólki sáttur? Nei, ég er ekki sáttur, ég er farin bara Akkur kallar ekki bara verið heima hjá sér Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð, á FM 957 og já, Rikkin og enda hérna hjá okkur eftir þessa frábæru spá sína. Já, og mætti allar þið sérstaklega til að heyra þetta heila blófat bara í beinni Já, kerði bara sko úr fjöllum Já, ég var að fá skilabóð hérna frá Valdísi hvort að mér er alveg sama þó hún taki þig en getur hann vinsalast hægt að blanda mér Já, það er svolítið. En hún er konaðinn, þú veist, og ég elska Valdísi, hún er frábær sko Maður ferðast með henni mjög oft og Já, en hún kannski sleppa í að hæja sér eitthvað stað Já, við erum búin að byggja hann um þetta sjálfur og það er bara gengur ekki Það er það fyrir væntanlega að setja olíu á eldi núna. Hún Það er væntanlega komin hægja sig niður eins og gangi alveg næsta þætti sko, bara svo veitir það. Þannig að ég myndi bara ekkert vera að biðja um að stoppa neitt því að það er bara olíu á eldinni á svo gerpi sko. Sér eitthvað Sóli bað mjög vingjallega eiginlega bara svona, ég veit ekki sleppu sem dagskálið þegar maður búin að vera með spóla einu sinni Það er búin að vera núna í hálft ár Nei, þetta er ekki eins og þannig. Sóli baðan í fertugsamlega hans eigins bara að hætta að tala um að hann var í graðasti þróttar. Já, þá kom Þá dagskálið breytist þetta bara í að hann var í graðasti maður landsins. Þannig Þannig að ég myndi bara ekkert vera að biðja um að hætta neinu sko. að Valdís geti verið með ræpu í næsta hætti Það er bara því miður Það er eins mikið og við kunnum vel við hana Það er bara hættulegt að bera þetta undir einn En já, það er eiginlega bara komið að lokum í Ég veit líður tími hratt hérna í þessari vinnu Það var fljótt að liða. Hvernig er helgin? Er þetta ekki voða rólegt í öllum hérna? Jú, þetta er mjög róleg helgi framöndan Ná, Riki, hvernig er helgin að þér? Hún er bara eins róleg og hún verður Ég býð eftir að geta komist í, hóptíma Ekki kemst í ræktina eftir helgina En byrju, er Ég ekki- get farið í hóptíma En akkur farið ekki bara tveir saman Það er hóptími, þeir eru hópur Mamma farið sem hópur að lifta? Já, við þurfum að finna, sko, að það þarf að fá nákvæmlega þessar reglur Þetta er heimskott séð heyrt að hóptíma séð lagi en ekki gimmið Þannig við þurfum að fá að sérna Hvað meinið? Þóru þarf að koma með eitthvað útskýringar ás Það er allir sko Ég fór út á borðundagi með blöð Og það eru 50 manns leiðir Er ekki 10 manna samkomban? Já, ég meina 200 manns sem að fara í leikhús Og Það mátt ekki bara fara hólfa einn þetta á niður. einn á hlauðbretti Bara búið að hólfa Það er niður. mesta manjur sem ég hef Já, heilt það er allir að hólfa 200 fyllibittur í og leikhúsi eða einn gæja hlaupabretti Það er ekki- Hvað smita meira? Byrja aðeins Það er ekkert mikið að fyllibittum í leik Nú hvað það gerir marga gæja sem er ekki fyllibittur og fara í leikhús Ég allavega Bara eiginlega flesta Ég drekki leikhúsi sko Já, það er kannski eitt rauðvinsglas Þú ert ekki landabrúsan inn á þér Nei, sko ef ég færi með landaköst Þá væri pottit ykkur brúsi með öðru sér tapp en á að vera á En ég færi með 2-3 glös Ég held bara málið er, ég held bara Þórólfur hafi verið, þú veist, hann hatar the jocks Þú veist, það var í mentaskóla Ég get ekki tekið og undir það það. var eitthvað svona the jock sem var að gefa hún skít og Ég þess ætla- vegna vill veistu hann hvað? opna, það var 200 manns í leikhúsi en ekki Ég íþróttahúsi ætla ekki að Hver taka er minn á undir þetta. leikhús og íþróttahúsi klán, útskjöðu það núna Ég ætla ekki að taka undir þetta Ég veit að það er allir í fílu út um allt Og þannig er það bara En það er ekki, við getum ekki farið í þetta fyrir setna Mesta vandamál er þetta er bara of mikil mismunum og þetta eru of óskýrsvör Já Það er bara því miður. Ég nenni ekki að enda Og tala þessu. þú við mig, Steindór Ég veistu hvernig ég mátti mæti vinnuna síðast Byrjun oktober, það er komað februar sko Já. Kosta þældu þig en það máttu mæti vinnuna alla dag og fara alltaf paycheckinu og lúan, ekkert veð sem það er sko En veistu hvað gerist þegar það máttu ekki fara í ræktina Og máttu ekki sína íþróttir My life Breytingin var 0 Það hlægir hann bara Breytist lífið þetta ekki neitt eða? Ekki neitt Nei, að með ekki fyrir ræktina og engar íþróttir í gangi En máli er, Ég tók ekki eftir henni vissinni. eini staður minn til að tuða er hér Já. Þannig að ég get bara tuða eftir 7 daga Þannig ég er að nýta tækifæri og tuða sem mest Já, ég, heyrðu Þetta er samt ekki tuðandi þáttur En Þú Egill, ert eiginlega bara að fara í viðtalina við hliðina á þig Þótt þetta hafi ekki áhrif á mig Þá er ég samt alveg, sko I'm with you, sko Þú veist, ég er bara að segja Þetta er að Veitu hvað, strókar? Þetta er mánuður Ertu með mér í þessu? Gefið þessu mánuð Ég ætla að mæta Já, þetta ég er alltaf 7 með ykkur. daga og tuða Þetta er orðin nokkri mánuðir en það er komið að lokum hér hjá okkur í dag í FN95 Blöð. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag og fullu bátur eins og alla föstudag bara síðasta hálfa árið eitthvað. Ég minni aftur á
Tólastamenn okkar sem byrja á sunnudaginn, það er Bubbi Mortens. Það er bara núna sunnudaginn, þetta er bara að byrja klukkan 7 og ég ætla að enda þáttin á lagi sem við oft byrja þáttin á. King Bubbi fekk 3 lög í dag þar sem hann er í fyrsta þætti seríunar. Heyrumst næsta föstudag. Bubba King Bubba.